Þorvaldsdóttir. Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 17. febrúar 2015 og við göngum til fyrsta dagskrárliðar sem umræða rafrænar íbúakosningar betri hverfi 2015 og til máls tekur hv. borgarstjóri. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég þakka þennan titil sem mér veittur. Hann nú kannski helst til, hann ekki alveg skilið en ég hér sem staðgengill borgarstjóra sem tók í gærkvöldið þátt í athöfn í Kaupmannahöfn sem var til að minnast fórnarlamba voðaverk sem var framið þar í borg nú helgina. Og mikilvægt að við eins og aðrir stjórnmálaleiðtogar og borgarstjórar og ráðamenn sýni samhug á slíkum stundum. En borgarstjóri Dagur B. Eggertsson nú væntanlegur hingað á fundinn svona í seinni hlutann, þannig að ef einhverjir voru farnir að örvænta og sakna borgarstjóra þá get ég róað með því að hann kemur hér á eftir. En við ætlum hér að ræða íbúakosningar og með sérstakann fókus á það sem að íbúakosningar sem hafa nú verið framkvæmdar nokkurt skeið og við kallum betri hverfi og þær eru nú að hefjast í fjórða sinn og kosningin hefst í dag sem sagt og það ég ætla nú að fara svona yfir það sem snýr á þessu verkefni betri hverfi en síðan ætlar borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson að taka hér svona heimspekilegar vangaveltur íbúakosningar almennt og þá kannski með fókus á það tól sem við höfum notað alltaf hér í borg sem við kallum betri Reykjavík. Og þetta þetta verðugt umræðu efni. En eins og ég sagði þá er þetta í fjórða sinn sem að rafrænu íbúakosningarnar betri hverfi eru haldnar með svona svipuðu sniði og nú og þar áður höfðu verið haldnar kosningar verkefni í hverfum. 2008 til dæmis var verkefni sem var kallað 1-2 á Reykjavík og 2009 verkefni sem var nú, ef ég man rétt, bara kallað Kjóstu verkefni í þínu hverfi. En undanfarin 4 skipti frá 2010 eða 2011 hafa hugmyndirnar sem kosið allar komið frá íbúum og það svona ákveðið lykilatriði í þessum efnum að þarna höfum við opnað í raun og veru ákveðna gátt fyrir íbúa borgarinnar að koma sínum hugmyndum á framfæri og setja þær í beina kosningu. Hugmyndum þá framkvæmdir og svona smærri framkvæmdir og viðhaldsverkefni í hverfum. 2010 var lýðræðisverkefni voru verkefni valin í samráði við hverfaráð og íbúar gátu kosið 3 fyrirfram skilgreinda verkefnapotta. Þá var heildarfjárveiting til verkefnanna 100 milljónir króna á verðlagi ársins. Nú árið 2011 var fjármunum deilt niður á hverfin í svokölluðum hverfapottum og voru verkefnin þá valin í samráði við hverfaráðin sem að tóku ákvörðun hvaða verkefni voru sett í kosningu. Og þá var fjárhæðin hækkuð örlítið upp í 150 milljónir króna.
Árið 2012 þá voru verkefnin 124 talsins sem voru valin til framkvæmda af borgarbúum með atkvæðagreiðslu í gegnum betri hverfi og þá var einnig unnið í samvinnu við hverfisráðin og heildarfjárhæðin þá var hækkuð í 300 milljónir króna, þannig að hún var orðin allveruleg. Og 2013 var sami háttur hafður á verkefnin valin beinni íbúakosningu gegnum Betri Reykjavík, 111 verkefni sem voru valin til framkvæmda og aftur 300 milljónir króna sem að úr var að spila. Og það þykir nú svona, ef við setjum þetta í alþjóðlegt samhengi og í hlutöllum við okkar fjárhagsáætlanir, að þá þykir þetta allverulegt fjármagn sem að þarna sett í beina kosningu í þátttökulýðræði og þetta kallað þátttöku fjárhagsáætlanagerð eða upp á enska tungu participatory budgeting og hefur notið þó nokkura vinsælda víðum heim, vaxandi vinsælda held ég megi segja og þetta svona á svipuðu reiki víðast hvar, hvernig svona upphæðir sem eru settar í þetta en við höfum farið svona heldur hærra með það fjármagn sem að við ráðstöfum í gegnum þetta og í flestum tilvikum eru þetta verkefni sem að snúa að þínu nærumhverfi og verkefni sem að einmitt eru svona minni smærri framkvæmdir og viðhald og forgangsröðun viðhalds og annað slíkt. Nú, í ár þá verður kosið 180 verkefni í öllum 10 hverfum borgarinnar og það gaman að geta þess að frá að árin 2010 til 2014 hefur verið veitt 850 milljónum í að framkvæma þessi 300 verkefni sem íbúar hafa stungið upp á og kosið í þessum íbúakosningum. Og eftir þessar kosningar mun borgin því hafa veitt tæpum 1200 milljónum í verkefni með þessum hætti. Og það nú kannski fróðlegt, svo menn átti sig aðeins á umfangi verkefnana milli hverfana, að þá hefur, ef við söfnum upp bara 2010 til 2013 tölunum, að þá hafa vesturbæingar sem að teljast vera 15.500 haft til ráðstöfunar tæplega 104 milljónir króna. Miðborgin, það sem að íbúar eru rúmlega 8.300, hefur haft 69 milljónir til ráðstöfunar. Hlíðar, það sem íbúar eru 9.500 tæplega, 74 milljónir rúmar. Laugardalur, það sem að íbúar eru 15.500 tæplega, þar hafa verið 102 milljónir rúmar til ráðstöfunar. Háaleiti og Bústaðir, þar sem íbúar eru 14.200, þar hafa verið 96 milljónir til ráðstöfunar. Í Breiðholti, þar sem að íbúar eru tæplega 20.750, þar hafa verið 128 milljónir ríflega til ráðstöfunar. Í Árbæ, þar sem eru ríflega 10.500 íbúar, 77,4 milljónir. Í Grafarholt og Úlfarsárdalur, þar eru íbúar 5.000 og tæplega 5.900. Þar hafa verið settar 53,4 milljónir. Grafarvogi, þar sem að íbúar eru tæplega 18.000, hafa farið 116 milljónir rúmar og Kjalarnes, sem telur rúmlega 1.000 íbúa, þangað hafa farið tæplega 30 milljónir króna. Þannig að þetta nú svona skiptingin milli hverfa á þessum árum, 2010 til 2013. Það hefur verið undanfarin ár lögð sérstök áhersla á þessar kosningar séu framkvæmdar á sem bestan hátt og þar hefur verið
ákveðið lykilatriði að þetta séu kosningar þar sem að fólk auðkennir sig með ákveðnum hætti, með rafrænum hætti í raun og veru. Og það hefur verið gert með mismunandi hætti enda talsvert mikil þróun í rafrænni auðkenningu. Fyrst var notaður auðkennislykill ríkisskattstjóra, það sami á menn notuðu þegar þeir voru skilin sínum skattframtölum, og þetta hefur svo þróast nokkuð og í dag það þannig að fólk getur notað hvort sem er íslykill sem að fólk þekkir eða rafræn skilríki í farsíma, og sem eru orðið nokkuð algeng núna. Og það er auðvitað ekkert hægt að neita því að þessi rafræna auðkenning og þessi stranga auðkenning, hún er auðvitað ákveðið þröskuldur fyrir fólk. Þetta er smá vesen, þú þarft að fara inn á, þetta er ekki svona bara one click away eða einu klikki frá þér. Þú þarft að fara í gegnum töluverðan prósess til að ná þér í þetta auðkenni, hefur þurft í gegnum tíðina, og má segja kannski að skattlykillinn hafi verið svona einfaldasta formið, en það er auðvitað ekki svona varanlegt. Ef við erum að hugsa þetta út frá þróun rafrænna auðkenna, þá er auðvitað skattlykillinn ekki sú lausn sem að mun verða varanleg og verða ofan á til langs tíma. Þannig að það er mjög ánægjulegt að við skulum vera farin að sjá í auknum mæli þessi rafrænu skilríki í farsímum sem að flestir eru með, og auðveldar þetta auðvitað umtalsvert. Þó er það svo að í þessum kosningum þá er þetta svona 2 þrepa auðkenning, þannig að þú í raun og veru skráir þig inn og fær sent tilbaka, slærið inn þitt PIN-númer og færð svo upp á skjáinn 4 talna kóða sem þú þarft að slá inn. Þannig að þetta er örlítið, þetta er einu skrefi lengra heldur en svona þegar þú ferð inn í heimabankann eða eitthvað slíkt. En ætti nú ekki að vera svona sú hindrun að það fæli fólk verulega frá, og upplagt auðvitað nota tækifærið og ná sér í rafrænt auðkenni í farsíma. Nú, það er auðvitað fyrir þá sem ekki nota tölvur, alls ekki, þá er þetta vissulega ákveðin þröskuldur því þetta er jú rafræn kosning. Þannig að ég vil nú hvetja þá sem er í færum til þess að aðstoða fólk sem ekki er í daglegri tölvunotkun eða sem sagt hefur ekki auðvelt aðgengi að tölvum, til þess að aðstoða fólk endilega við að taka þátt í kosningunum. Og það er auðvitað ljóst að svona í síauknum mæli munu kosningar sem þessar og ýmis konar ákvarðanir taka færast á netið og í rafræna búning. En þessi rafræna auðkenning er nú þannig að þetta er orðið nokkuð auðvelt og svo er auðvitað alltaf skemmtilegt að kjósa. Þá finnst mér rétt að benda á, og það er mikilvægt atriði, að aldurstakmarkið í þessum kosningum í betri hverfum er 16 ár og það er þá yngra fólk en fær að taka þátt í almennu kosningu sem hér hefur rétt til að kjósa, og það er auðvitað mikilvægt í mjög víðu samhengi að hvetja ungt fólk til að nýta sinn rétt til lýðræðislegrar þátttöku. Og fyrir utan það auðvitað er mjög mikið af þeim verkefnum sem er verið að velja sem að tengjast ungu fólki með ýmsum hætti. Nú, mér vitanlega þá er Reykjavík enn eina sveitarfélag á Íslandi sem hefur haldið íbúakosningar með því sniði sem hér ræðir. Og ég veit til þess að íbúar í öðrum sveitarfélögum eru farnir að svona kalla nokkuð á að geta tekið aukinn þátt í lýðræðinu með þessum hætti.
Það auðvitað þannig að þetta ekki endilega stærstu verkefni sem þarna verið að kjósa en safnast nú saman þegar saman kemur og ég held að ég þori nú að fullyrða að þetta hafi nú í ýmsu tilliti gerbreytt hverfunum. Það hefur verið ráðist í ýmis verkefni sem annars hefðu setið á hakanum og búið að taka í gegn fjölda leikvalla og opinna svæða í hverfunum sem hefur auðvitað orðið til mikilla prýði og bætt svona umhverfi og aðstöðu fólks til fyrir bara svona útiveru og annað. Það auðvitað alltaf matsatrið hvaða þýðingu svona kosningar hafa og hvernig verkefni ætti að kjósa og annað slíkt og sumum finnst að það eigi til dæmis ekkert að vera að fjalla eitthvað sem að þeim finnst vera sjálfsagt viðhald og borgin bara sjá á meðan aðrir segja að það sé náttúrulega bara mjög gott að fá að taka þátt í að forgangsraða því hvernig til dæmis staðið að viðhaldi í hverfum. Og þetta eru svo sem allt skoðanir sem bara geta átt fullan rétt á sér og mismunandi áherslur hjá fólki auðvitað. En það breytir ekki því að það töluverður áhugi fyrir þessu og það bárust ansi margar hugmyndir, held 700 hugmyndir inn á vefinn Betri hverfi núna. Og þó ekki sé annað, þá auðvitað mjög dýrmætt fyrir borgina að fá inn góðar hugmyndir og svona fá tilfinningu fyrir því hvar áherslu borgarana liggja í því, hvað þeim finnst vanta upp á í þjónustunni. Og hvort sem að það þessum kosningum að þakka ekki, þá auðvitað kannski hverfa áhugi og áhugi svona fjölmiðla til dæmis á hverfum heldur meiri en hefur verið. Þannig farnir að sýna þessum verkefnum líka sem að verið að vinna töluverðan áhuga. Það auðvitað gaman að geta þess að verkefnin bæði Betri Reykjavík og Betri hverfi hafa vakið töluverða athygli bæði hér heima og ekki síður erlendis og það fastur liður þegar að hingað koma gestir erlendis frá að þeir óska eftir að fá kynningu á þessum verkefnum og eins í öllu því alþjóðasamstarfi og samskiptum sem við eigum þá finnum við fyrir því að fólk hefur mikinn áhuga á þessu, hvernig við erum að þróa þetta lýðræðistól. Það mikil vakning, eins og ég sagði allan heim hvernig við getum aukið þátttöku fólks í lýðræðinu og auðvitað hallast sumir að því að fulltrúalýðræðið sé bara fullnægjandi og það sé bara vesen og bull að vera að leggja á fólk að kjósa eitthvað svona smáttur í og það er bara að setja alvöru mál í kosningar og við eigum bara að klára svona kjörnu fulltrúarnir en það nú ekki allir á eitt sáttir það og langur vegu frá því meira að segja og margir líta á sitt næsta umhverfi sem mikið alvöru mál og flestir líklega. En svo auðvitað misjafnt hversu mikið fólk vil taka beinan þátt í mótun þess umhverfis. Nú eins og ég sagði þá mun borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hér fara yfir þetta svona á heimspekilegum nótum í sinni ræðu á eftir. Ég ekki að setja neina pressu á hann. En ef ég þekki hann rétt þá gerir hann það. En ég vil bara svona lokum hvetja fólk til þess að taka þátt í þessum kosningum og kjósa og beini því þetta sérstaklega til borgarfulltrúa og eins starfsfólks borgarinnar og við öll, ef að ég tala nú ekki ef allir starfsmenn borgarinnar takið þátt í að hvetja fólk, þá myndum við ná ansi miklum ruðningsáhrifum. Hér starfa yfir 8.000 manns, þannig að ef við tökum okkur saman og hver og einn er kannski 2 til 3 með sér, þá þetta nú orðinn allverulegur hópur. En það mikilvægt að mínu mati að fólk taki þátt og sýni umhverfi sínu áhuga með þessum hætti og við höldum áfram að þróa þetta tól og þessar aðferðir hvernig við tökum þátt í lýðræðinu. En ég hlakka hér til að hlusta á umræður þetta. Takk hérlega. Háttvirtur borgarstjóri sem ég mun halda áfram að kalla sem svo á meðan hann situr í þessum stól hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson.
Borgarstjórn, ágætu borgarfulltrúar. Ég var nú svo spenntur að fara að hlusta á borgarfulltrúan Halldór Auðar Svansson með sínar heimspekilegu útlíkingar eftir þessa kynningu hér að ég hálfparti vonast þess að vera á eftir honum en ekki á undan. En ég á tækifæri til að koma aftur upp á eftir ég að hlusta á hans hugleiðingar þessi mál. Þetta snýr mjög mikið að því ráði sem að honum hefur verið falið að stýra, sem til að efla lýðræðið í borginni og þátttöku íbúa í lýðræðislegum kosningum eða bara lýðræðislegum aðgerðum okkar með einum öðrum hætti til þess að þeir komi sem næst okkur og komist til þess að hafa áhrif á sitt nærumhverfi. Fátt getur við jafn ergilegt að hafa á tilfinningunni að maður hafi enga stjórn á sínu nærumhverfi sem maður hlýtur þó að þekkja miklu betur heldur til dæmis við. Borgarbúar hér og þar borgina þekkja sitt nærumhverfi örugglega betur en við sem að hér sitjum inni og þess vegna eigum við að hlusta á það sem þau segja og þess vegna hlusta á það sem þau segja þegar við erum að vinna að deiliskipulagsáætlunum eða þá að aðalskipulagi eða framkvæmdum yfirleitt í borginni. Og þess vegna auðvitað mikilvægt að kosningar sem þessar, betri hverfi, heppnist sem allra best. Við auðvitað styðjum við það og viljum auðvitað leggja okkar lóð á þær vogarskálar að það geti lukkast að kalla fram hugmyndir borgarbúa sem jafnframt eru örugglega miklu fleiri heldur en okkar og starfsmanna borgarinnar. Þannig allavega vonar maður að málum sé háttað. En það kannski akkurat það sem ég ætla aðeins að gera umræðefni og það sú staðreynd að ég á nú sæti í hverfisráði miðborgar og þar auðvitað fjölluðu þær hugmyndir og þær tillögur sem að lagðar voru fyrir ráðir til þess að setja á þann lista sem síðan á að kjósa eins og allir þekkja. Þannig að við gengum í gegnum þennan fyrsta fasa sem tillögugerð borgarbúa sem að lagti síðan fyrir hverfisráðin og svo framvegis. Og allt þetta nú aðgengilegt á vefnum þannig að maður getur séð hvaða tillögur hafa verið lagðar fram og hversu margir hafa tekið þátt og hvaða tillögur það eru sem að hafa ekki náð fram að ganga, hafa verið settar fram af borgarbúum en sem metnar að hafa verið ekki tækar held ég að sé orðað af þeim embættismönnum sem að yfir þær fóru. Oft á tíðum og þá kannski ekki síst svo ég nefni Grafarvog, oft á tíðum að þá sér maður það að það ekki eining það að tillögur sem að metnar eru ekki tækar að það sé þannig háttað. Það er að segja að tillögur sem að metnar eru svo að það ekki að vera með á listanum að þær ættu að mati hverfisráðara í sumum tilfellum, að minnsta kosti í Grafarvogi, að vera með. Og það er miður þegar slík staða kemur upp. Það sem að ég gerði helst svona, það sem kom mér óvart og gerði athugasemdir við þegar við vorum að fjalla um þetta í hverfisráði miðborgar er það hversu fáir það eru sem að taka undir þær tillögur sem við erum að leggja undir aðra borgarbúa og fara með í kosningu. Flest í miðborginni studdu það að fjölga ruslafötum. Við erum að tala um miðborg Reykjavíkur og Vesturbæinn eða miðborg Reykjavíkur 101 og það eru 12 mann sem að studdu þessi tillögu sem einhver leggur fram. Það eru 10 sem að styðja rusladalla viðbyggðastöðvar og þetta eru fjölmennustu atkvæði. Þetta eru tillögur sem að hlutu mestan stuðning. Síðan fer þetta allt saman svona þessu heldur fækkandi eftir því sem að líða tekur á listan og við erum að láta kjósa til dæmis hérna barnvænt nestishorn í Mæðragarði sem auðvitað prýðileg hugmynd og væri gaman að einhverjir hefðu áhuga á því en það er einn aðili sem gefur með slíka hugmynd og það er enginn sem styður það og það sem betur fer enginn á móti. Og það er svo að segja líka ýmsa aðrar tillögur hér að það hljóta svona 2-3 atkvæði. Það er kannski svona heimilismennirnir, það er kannski þú og vinur þinn sem að taka þátt í þessu og þá finnst mér við ekki vera að ná því markmiði sem að við erum að stefna að með því að fara út í þessa kosningu betri hverfi. Það er hreinlega vantar að við styðjum við og við hvetjum til þáttöku í þessum fasa. Það er ekki nóg að segja fólki að taka þátt í kosningunum, það verður að hvetja fólk til að taka þátt í tillögugerðinni sem slíkri. Svo eru í miðborginni hérna ágætis tillögur eins og götugrill allt árið, föst grill á Vitatorgi, það þykir ekki nú heppileg tillaga að mati sérfræðinga eins og kemur fram hérna í gögnum ráðsins. Endurbætur á leikvellinum Ósi Bergþórgötu þykir ekki tækt, þó voru 36 sem að sögðu það. Það eru væntanlega foreldrar þeirra sem að eiga foreldrar barna sem að eru þarna á þessum
leikvelli og það eru 35 sem vilja setja flokkunartunnur í miðborginni og það þótti ekki tækt og ég skil ekki af hverju, mér finnst það bara alveg ágætis hugmynd. Þannig að það voru tillögur sem að komu inn fyrir miðborg, hverfis á miðborgar, það sem voru miklu fleiri sem stóðu á bakvið en þótti ekki tækar og mér finnst það undarlegt bara og reyndar finnst mér svona því að borgarfulltrúinn Björn Blöndal kom inn á viðhaldsverkefninu að þá ég algjörlega ósammála því að borgin eigi að þurfa að fá tillögur frá borgarbúum viðhald á götum og gangstéttum og til dæmis eins og hér við Tjörnina að eitt af þeim atriðum sem á kjósum að laga hleðslu á vestri hluta Tjarnabakkans. Ég get ekki tekið undir það að það sé eitthvað verkefni sem að við eigum að biðja borgarbúa að fjallum vegna þess að það bara okkar skylda að viðhalda eignum borgarinnar og við eigum að gera það án þess að þurfa að spyrja út í það. En það sem að kemur kannski ekki síður óvart, svo ég haldi áfram að tala þetta hversu fáir það eru sem standa bak við þær tillögur sem við erum að fara að kjósum. Grafarvogurinn það alltaf ekki næststærsta hverfi borgarinnar með svona rúmlega 20.000 borgarbúum, stundum hafa verið kallar 18-19.000 en sennilega eru þeir eitthvað fleiri og þar eru til dæmis þær tillögur sem við erum að fara að fjalla með lagfæring og leiksvæði, svona þessar efstu tillögur sem ég hef bara listanum sem að birtist á netinu að þar eru sem sagt, það eru lagfæring og leiksvæði á milli jöklafoldar og frostafoldar og það eru 6. Lýsing á göngustíg, það er 1. Það er malbyggun og göngustíg, það eru 5. Og við erum að tala hverfi með öllu þessu fólki og það eru örfáir einstaklingar bak við þessar tillögur sem að í þessu tilfelli eins og þið sjá eru bara meira og minna viðhaldstillögur sem við ættum ekki að þurfa að leggja undir þá sem þarna búa hvort að þeir vilja yfirleitt að fari í framkvæmd. Svo er til dæmis göngustígur hér, það eru 3 sem að óska eftir því og svo framvegis. En hins vegar voru miklu fleiri sem að vildu gera eitthvað í tengslum við sundlaugina og setja þar upp rennibraut en það þótti ekki tækt og það þótti bara sennilega á dýrt eða með öðrum hætti var það lagt til hliðar og það fór meira sér svo að þeir sem að sitja í hverfisráði Grafarvogs, þessu gríðarlega fjölmenna hverfi sáu sér ekki annað fært en að bókum það að það væri ekki tækt, það væri ekki hægt að búa til 20 atriða lista eins og gert ráð fyrir að fara í kosningar vegna þess að væru bara ekki það margir bak við þessi atriði, þetta væri ekki atriði sem ætti að fara í kosningarnar. Það voru bara 13 atriði sem að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins gátu fundið út úr þessu. Og þó eru allir að vilja gerðir auðvitað til þess að þetta mál svona fái sem farsælastan endi og farsælasta farveg vegna þess að þetta bara auðvitað þannig mál og við Sjálfstæðismenn höfum auðvitað alltaf stutt það. Og það er svona svipað í Háaleiti og Bústum, það er að vísu 35 fyrstu tillögum, áfangastað fyrir skokka og hjólahóp og opnu svæði í Traðalandi en annars eru þetta svona 4, 5, 6, 7 sem eru bak við þessar tillögur. Eitt hverfi skersist þó úr sem ég ætla að minnast á hér og það er Laugardalur. Þar er það þannig að setja upp leiktæki við frístundaheimili Glaðheima. Það eru 133 sem að hafa óskað eftir því að það fari í framkvæmd og hafa stutt sem sagt þá tillögu. Að setja upp körfuboltavöll á skólalega Laugarnesskóla, það eru 58 og það eru 44 sem styðja endurbætur á leiksvæði við leiktækið Orminn í Laugardal og svo fer þetta náttúrulega svona fallandi eins og gengur og ekki kannski margir bak við svona síðustu tillögurnar. En ég verð að segja að ég fyllist svona svolítið von þegar ég sé það að það eru hverfi í borginni, það sem er svona virk þáttaka, það sem að virðist spyrjast út í hverfið að það sé hvatning til þess að taka þátt í þessu. Og þá aðeins svona fór ég að hugsa það sem vorum að fjalla hér á þar síðasta fundi borgarstjórnar, sem var könnun Capacent og biði borgarfulltrúar svona aðeins að leiða hugan aftur í tíman og rifja upp Capacent könnunina, þar sem við fengum reyndar alveg hraklega útreið og ég ætla ekki beint út í það. Og maður velti fyrir sér hvað er það sem að þessi könnun á að kenna okkur. Hún allavega kennur okkur ekki það að fólk hafa endilega mesta ánægju af því að búa þétt. Það er ekki niðurstaða vegna þess að
þau sveitarfélög sem að koma best út úr þessari könnun eru þau sveitarfélög sem eru hvað dreifbýlust. Það er að segja hvað þétting byggðar er hvað minnst. Af því að ég bara segi þetta vegna þess að ég hef heyrt svona einhvern ávinning í því að menn sé að reyna að finna það út úr þessari könnun. En hvaða hverfi í borginni var það sem fólk er ánægðast að búa? Og nú sé ég það að sumir horfa alveg blankir á mig, en það er náttúrulega Laugardalur. Og það er ýmislegt sem fólk tekur til í Laugardalnum sem það tilur vera hvað best, og það er auðvitað íþróttaaðstaðan og það náttúrulega er svo augljóst. En það getur einmitt vel verið að þetta sé svona streymi í báðar áttir. Það er að segja að þeir sem mestan áhuga hafa á því og vilja hafa áhuga á því að hafa áhrif á sitt nærumhverfi, vilja taka þátt í samfélaginu, vilja senda okkur skilaboð og finna þá að það sé tekið á móti slíkum skilaboðum og það sé orðið við þeim sem að þessir íbúar hugsanlega er að gera, að þar sé ánægja mest. Ég bara svona legg þetta fyrir borgarbúa, ekki er þetta nú beint fræðilegt hjá mér, en að því að heimspekingurinn er nú að koma hérna upp og fara að fjalla um þessi mál, borgarfulltrúinn Halldór Auðar Svansson, að þá finnst mér ágætt að svona setja þessu í hans sál, að það sé nú kannski svo að ánægjan sé mest þar sem að þáttakan, samfélagsleg þáttaka er mest. Og ég held að við ættum kannski að þegar við höldum áfram með þetta verkefni sem er betri hverfi, að skoða það svolítið hvernig stendur á því að Laugardalurinn stendur svona upp úr. Akkur eru 133 bak við fyrsta atriði þeirra lista en 12 í miðborginni og Grafavogurinn er svipaður á miðborgin og fleiri hverfi, Breiðholti er ekki mikið betra. Þannig að allir taki sem mestan þátt í þessu. Þetta er svona bara mín stutta yfirferð. Ég vil hvetja borgarbúa til þess að taka þátt í þessari kosningu og svo vil ég hvetja borgarbúa að ári liðnu verði þetta aftur endurtekið sem ég á nú fulla vona og ég held allir nú að standa bak við. Þá vil ég hvetja borgarbúa endilega til þess að koma fram með eins margar frumlegar, góðar tillögur og þeim getur fram að stottið í hug og kannski að kalla saman hverfið og fjalla bara það sín á milli og setja síðan þær tillögur inn á vefinn og fylgja þeim eftir með því að setja þessi like á þau þannig að þau fái lítinn ramma þá sem ástendur upp en ekki niður og þá getum við kannski fjalla hér svona frjósamari jarðveg og svona heldur fjölbreyttari flóru hugmynda heldur en að við erum að gera í dag. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu og hv. borgarstjóri óskar eftir að veita andsvar í ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þakka borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli fyrir ágæta ræðu. Það er auðvitað vissulega athyglisvert hvað þáttakan er mikil og áberandi mest þarna í Laugardalnum. En það var annað sem ég ætlaði nú að nefna hérna og það er sá möguleiki sem ég held að við ættum einmitt að skoða alvarlega og það er að setja verkefni upp þannig að það sé möguleiki að allt það fjármagn sem að er til ráðstöfunar geti þess vegna farið í eitt verkefni og hérna sé það niðurstaða kosningana og ég held að það myndi hugsanlega breyta aðeins dýnamíkinni í því sem að í innsendingu hugmynda og þetta hefur svo sem verið rætt í gegnum tíðina en ég held að við ættum að reyna kannski að spýta í lófana með að útfæra það hvernig það mætti gerast. Hv. borgarstjóri hefur lokið að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson andsvari. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, það er ágætt að velta fyrir sér svona ýmsum leiðum í þessu sambandi og hvort að það geti verið að við ættum að opna meira fyrir þetta og hafa þá hærri fjárhæðir undir, þar sem að borgin væri öll undir og borgarbúar almennt gætu svona sameinast einhverjar skemmtilegar tillögur eins og til dæmis það sem að kom fram í Grafarvogi, þar sem að var mikill áhugi fyrir því að setja upp leiktæki eða rennibraut í sundlauginni, það var talið vera of dýrt og þannig hefur nú verið deilt hvort að það sé rétt og hvort það sé rétt verðmat og svo framvegis.
Ég nú kannski á því að það sé rétt en tilbúin til að bara ræða það að fara yfir það en hvort það sé rétt að fara að taka slíka heildar upp fyrir borgina og þá frá hverfunum vegna þess að við sjáum að það svona eitt af þeim vandræðum sem uppkoma við val á hugmyndum það að sumir borgarhlutar, hverfishlutar hafa orðið út undan og það náttúrulega líka ekki gott og það getur náttúrulega verið tilfallandi og það þá kannski eitthvað sem hægt að bæta í næstu atrennu næsta ári og svo framvegis þannig að kannski ég sá nú engin ástæð til þess að fara að skoða þannig svona sérstaklega en þó vakti þetta athygli mína og það auðvitað svona svolítið sem við verðum líka að velta fyrir okkur hvernig við tryggjum það að allir borgarbúar því þetta eru fjármunir allra borgarbúa að allir borgarbúar geti notið þessarar leiðar. Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið að svara andsvara. Þá andsvörum lokið og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson. Forseti og borgarstjórn. Já, hér búið að trekkja upp væntingar. Borgarfulltrúinn Sigurbjörn Blöndal, eða hvort hann kallaði borgarstjóri núna, virkar kannski annarkvort, búinn að lofa miklum heimspekilegum vangaveltum. Ég get svo sem alveg á staðið undir því held ég. Það kannski réttast að byrja á að taka fram hvar hægt að taka þátt í þessari kosningu. Það á kjósa.betrireykjavik.is og sjálfsögðu tekið undir hvatningarorð það að fólk líti þarna við og taki þátt. Það getur valið sér eitt hverfi, það þarf ekki að vera hverfið sem að fólk í sjálft. Það líka ágætt að koma hérna upp á eftir borgarfulltrúanum Júlíusi Vífli Ingvarssyni sem að situr náttúrulega eins og hann rakti í hverfisráði. Ágætt að fá innsýn í hvernig þetta horfir í hverfisráðunum. Hverfisráðir náttúrulega hafa það hlutverk að fara þarna yfir hugmyndirnar og raða saman og eins og borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson kom aðeins inn á þá getur svona stangast ádaldi þeirra sýn og þeirra hugmyndir og svo embættismannanna sem að eiga að fara yfir hvort að hugmyndir eru tækar eða ekki. Það náttúrulega ákveðin forskrift sem að þar farið eftir og það á nú að vera alveg gagnsætt og á að vera ljóst fyrirfram hvað tækt og hvað ekki en auðvitað geta verið misfrestir á því hvernig það skilst og alltaf hægt að deila það hvað eðlilegt og hvað ekki og sama náttúrulega með hámark á upphæðinni. Þakið tiltölulega lágt eins og þetta eru 300 milljónir sem dreifast jafnt á milli hverfa þannig að ef það kemur fram hugmynd sem að rúmast ekki þarna inn þá kemst þú náttúrulega ekki fyrir en það má nú taka fram að það hluti af ferlinu að þegar tillögur komast ekki þarna inn þá fara þær sjálfkrafa inn á Betri Reykjavík og eru meðhöndlaðar þannig. Það margir sem að rugla saman Betri hverfum og Betri Reykjavík. Þetta hvort tveggja rekja þeim sömu og sem eru sjálfstæðignastofnunin Íbúar sem er núna búin að opna nýtt húsnæði á Vegmúla 2, bara flott húsnæði við borgarstjórinn. Ekki svo sem að situr í 5 stól núna, heldur svo sem að núna hrapp til Kaupmannahafnar, hann Dagur, við skruppum þarna í fyrra til að skoða nýtt kerfi sem að verið að gera tilraun með í kringum Betri hverfi sem að svona þrívítar umhverfi þar sem að hægt að mæta og spjalla og skipta upp eftir hverfum rétt eins og borgin okkar. Og Betri Reykjavík náttúrulega kerfið þar sem að fólk leggur inn hugmyndir að fyrra bragði. Það getur verið hvað sem svo það tekið hérna inn í borgarkerfið og meðhöndlað. En Betri hverfi eru kosningarnar sem að fara fram núna árlega og þetta í 4. sinn sem að það gerist. Og mér skilst að það hafi komið inn metfjöldi hugmynda þrátt fyrir að það sé svona allur gangur á hversu margir að styðja alla hugmynd og svo framvegis. Það er greinilega vaxandi áhuga í þessu og hvernig sem að framhaldið verður á þessu nákvæmlega þá eru allir ánægðir með að þetta sé til og að það sé búið upp á þennan möguleika. Og
held að þessu fleiri á því að reyna að víkka þetta út en að reyna að takmarka þetta eitthvað og hvað þá hætta með það. Og það hafi verið vangaveltur það að það væri betra að betri Reykjavík væri með svipuðu sniði, að þær væri eitthvað skonar átök, það sem að yrði eitthvað ákveðin þema og það yrði bara mynd á þetta reglulega. En þarna allt undir og það í sáttmála meirihlutans hérna að farið skuli í úttekt á þessum kerfum og út úr því mun koma bæði samantekt á núverandi stöðu og svo tillögur að framtíðinni. Og það stofnun stjórnsýslufræði og stjórnmála sem ætlar að annast það og við erum von á einhverjum niðurstöðum þar held ég í síðasta lagi í maí. Og mitt ráð, stjórnkerfis- og lýðræðisráð, er að halda utan það. Ég hef átt þarna fund með því fólki frá þessari stofnun og líst mjög vel á þeirra upplegg. Það verður mjög spennandi og það er nauðsynlegt að fara akkurat á þessum tímapunkti út í það að skoða það bara formlega og fræðilega hvað var ætlunin að gera, hvernig til tókst og hvað mætti betur fara. Svo ætlaði ég náttúrulega líka að nefna í sambandi við hverfisráðin. Ég hef líka nefnt það áður, þau eru alltaf stöðugt viðfangsefni hérna, hver þeirra framtíð en það nú önnur pæling. Og ég á því sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingason var kannski pínu að ýja að hverfisráðin fái kannski sterkara hlutverk í þessum kosningum, einhvern veginn skýrari ramma og það eru margir í þessum hverfisráðum sem eru alltaf að kalla eftir því, ekki bara varðandi þessar kosningar heldur almennt. En punkturinn með Laugardalinn finnst mér mjög áhugaverður og það hefur sýnt sig fræðilega að það felst vissulega í hendur svona almennt. Ánægja íbúa með hverfið sitt og borgina sína og samfélagið og áhuga á þátttöku. Þetta einhvern veginn helst, þetta svona tvær hliðar á sama pening kannski, að vera áhugasamur og ánægður og vilja taka þátt og þáttakan eykur ánægjuna, þú finnur það að þú getur haft áhrif og þú ert svona í félagsskap með öðru fólki og upplifir kannski þitt nærumhverfi sem raunverulegt samfélag. Og ég held að það sé alveg prýðiskoð hugmynd að skoða hvernig þetta helst í hendur og kannski með sérstaka áherslu á Laugardalinn. Og eins og við ræddum náttúrulega í tengslum við þjónustukönnunina þá sýnir það sig að ánægjan eykst aðeins þegar fólk spurt hverfið sitt. Þannig að það margt sem að styður við þessa nær samfélagspælingu. Að færa valdið og færa svona sjónarhornið að hverfunum og auðvitað að hlusta á upplifun fólks að sínu nærumhverfi og sína menningu og skapa því svona sessi í kerfinu. Og betri hverfi náttúrulega bara ein leið af mörgum til þess. Þetta þarf náttúrulega að vera svo vel farið að vera eitthvað sem að fléttað bara stöðugt inn í allan fangaganginn í kerfinu og við verum að vinna að því bara stöðugt að finna leiðir til þess að efla þetta og taka þetta inn til okkar. Ég held ég láti þessu lokið í bili. Takk. Þá borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það athyglisvert að hlýða á þessar umræður rafrænar íbúakosningar. Ég held að menn séu sammála það að þátttakan í þeim hefur ekki verið nógu góð hingað til. Það þarf í sjálfu sér ekki að vera óeðlilegt vegna þess að þetta ég held að sé dæmigert verkefni sem tekur einhver ár að koma á kortið gagnvart íbúum, kynna þetta fyrir þeim og raunni þjálfa þá upp í því að fara í gegnum tölvuna og greiða atkvæði.
það er komið þó nokkur reynsla á þetta. Þetta byrjaði fyrst á þar síðasta kjörtímabili, ef ég man rétt, 2009 ef ég man rétt, þá undir forystu borgarstjórnarmeirihluta Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Það hefur verið stigin smá skref í þessu frekar. Þegar þannig var verkefninu ýtt úr vör, vakti töluverða athygli. Mér fannst eins og óþurftaverk þegar nýr meirihluti tók við. Þá einhvern veginn gat hann ekki unnt gamla meirihlutanum þess að hafa átt þessa hugmynd og komið inn í framkvæmd. Þannig að gamla verkefnið var lagt niður og verkefnið var haldið áfram en undir nýju nafni. Og ég get alveg trúað að bara sú breyting hafi tafið markaðssetninguna á þessu eitthvað gagnvart íbúum. En gott og vel, í grunninn það að það er kosið og það hefur verið óbreytt öll þessi ár, það er kosið ákveðin verkefni. Það fóru, þegar þetta var á tilraunastigi, þá fóru frekar litlir fjármunir í þetta. Þeir hafa aðeins aukist og í sjálfu sér þetta allt jákvætt að kalla íbúa með þessum hætti að ríkari ákvarðanatöku á vettvangi borgarinnar. En ég held eins að við þurfum aðeins að velta því fyrir okkur hvaða verkefni við veljum inn. Ég fylgdist aðeins með í einu hverfi þar sem íbúarnir hefðu mikinn áhuga á því að bæta umferðaröryggi og töldu að borgaryfirvöld gerðu alls ekki nóg í því skyni hjá sér að þeir ósku eftir að setja slík verkefni inn á listan en fengu neitun. Það ætti ekki að kjósa umferðaröryggisverkefni inn á þessu lista sem er sjálfur sér sammála. Auðvitað á það ekki að fara, auðvitað á það ekki að ráða uppsetningu eða forgangsröðun umferðarmannvirkja sem auka umferðaröryggi eða lagfæringu á gatnamótum, hvort að íbúar í viðkomandi hverfi séu nógu duglegir til að smala í þessari kosningu á netinu til að kjósa það verkefni inn. Þar held ég að við séum sammála það að fulltrúalýðræði eigi að gilda og höfum auðvitað falið okkar embættismönnum mikið vald í þessu skyni að rauninni þeir í hverri fjárhagsáætlun og milli fjárhagsáætlana þá rauninni velja embættismennirnir fyrir okkur þau gatnamót og þá staði sem við teljum að þurfi að laga og þeir hafa sjálfsögðu fyrirskipanir það að þeir megi ekki láta annarleg sjónarmið hafa áhrif á sig varðandi það. Það verður að það skiptir ekki máli hvort að fáir eða margir búi í því hverfi eða fari viðkomandi stað gatnamót til þess að þau verið löguð. Þeir eiga alltaf að gera sitt best í því skyni og þá ekki að skipta mann neinu máli hvar í borginni maður býr. Við viljum þetta tryggja öllum sem mest umferðaröryggi. En síðan þegar maður renni yfir listan sem á að kjósa núna, þá getur maður ekki varist þeirri hugsun að þarna séu mörg verkefni sem alveg skýrlega í verkahring borgarstjórnar að sinna og það okkar hlutverk að tryggja að séu í lagi. Ég man að við fórum á sínum tíma svolítið yfir hugmyndafræðina, hvernig þetta velja verkefni og þá vorum við frekar að tala það að þá þátt engum í huga að etja íbúum borgarinnar út í kosningar svona hluti eins og umferðaröryggi. En þetta var frekar, við getum sagt, þetta var frekar verkefni sem átti að vera eins og punkturinn yfir í viðkomandi hverfum. Til dæmis bæta við hvar ætti að sjálfstætt setja aðstöðu til útivistar og það var reynt að ganga út af því að þau verkefni sem varu valin, og það var ekki bara útivist, þessi verkefni voru ýmsum toga, en að þau nýttust svona, það var reiknað með að þau nýttust helst íbúum sem mest í viðkomandi hverfi. Nú, þegar maður lítur yfir lista núna, þá sér maður að það eru mörg þannig verkefni, mjög jákvæð og til dæmis setja upp klifurveggi, setja lýsingu á ýmsa staði, það má telja alls konar þannig verkefni upp, skógræktarverkefni og vatnsbrunnar, uppsetning bekkja og æfingatækja. Þetta svona getur við sagt að sé viðbót við mannlífið, geti bætt mannlífið viðkomandi hverfi. En síðan eru önnur verkefni sem ég svona verið efasemdur hvort að ég láta fólk kjósa Þá nefni ég til dæmis
svo ég taki hverfi sem austast í borginni, það Grafarholtið, setja lýsingu á göngustíg fyrir ofan Sæmundarskóla. Það ekki fyrsta sinn sem íbúar komið ábendingu þetta. Þetta finnst mér verkefni sem við ættum bara að hafa í lagi, ættum ekki að láta íbúana kjósa leggja gangstíg við Hringtorg þannig að fólk fari nú ekki út á Hringtorgið og stefni sig þar í hættu. Landmótun og frágangur við Gvendargeisla og síðan Hringtorg við gatnamót Vínlandslegar og Þúsaldar. Þarna er alveg skýrt dæmi það sem stórt atriði sem hefur áhrif á umferðaröryggi. Reyndar höfum við sjálfstæðismenn, við höfum lagt fram tillögu þetta, við lögum fram tillögu þetta á árinu 2013 ef ég man rétt, 2013 eða 2014, að það farið í að bæta umferðaröryggi við gatnamót Vínlandslegar og Þúsaldar annars vegar og síðan við gatnamót Reynisvandsvegar og Víkurvegar og Vínlandslegar hins vegar. Þetta eru tvenn gatnamót, önnur þeir eru hættuleg og umferðarsérfræðingar sem ég hef talað við, þeir eru mér algjörlega sammála það að önnur gatnamótin verði ekki tekin en hinn ekki. Reyndar er, þetta svolítið flókið mál, ég veit ekki hvort borgarfulltrúar eru inn í þessu, en reyndar er fjárveiting á fjárhagsáætlun ársins til þess að laga gatnamótin sem eru austanmegin. Ég held að það hafi verið 20 milljónir settar í það. En íbúar fengu þau svör þegar spurðu hvort það væri ekki hægt að Hringtorg þar að þessar 20 milljónir myndi ekki duga fyrir Hringtorgi. Það yrði að beita svokallari ljósalaust vegna þess að 20 milljónir dygðu ekki. En nú hins vegar verið að kjósa einangraðum vestari gatnamótin, þráttur það sé alveg fáránleg vinnubrögð að mínum dómi, og þar kosið gatnamót og þá sett 18 milljónir á það. Sem sagt, annars vegar fá íbúar upplýsingar úr borgarkerfinu að sé hægt að búa til gatnamót fyrir 18 milljónir, en svo fáið þau svör að sé ekki hægt að búa til gatnamót nokkrum metrum austar fyrir 20 milljónir. Þetta sýnir ákveðna hringavitleysu í þessu máli. Ég tel að það hefði ekki átt að kjósa þetta verkefni, en hins vegar hefði mann átt að taka eftir ítrekar ábendingar og fjölda árekstra á öðrum gatnamótunum. Þá hefðu menn bara einfaldlega átt að setja nægilegt fé í þetta verkefni til þess að taka það föstum tökum og laga þetta. Og ég ætla bara svona, að því við erum að tala íbúalýðræði, þá ætla ég að vitna í 2 íbúa hverfisins sem hafa tjáð sig á Facebook síðu hverfisins, hverfasamtakana þetta mál. Með leyfi forseta, annar heitir Óttar Guðlaugsson og hann fyrrverandi formaður hverfisráðsins í Grafarholti, Úlfarsárdal, og hann segir þetta með leyfi forseta: þessi tvenn gatnamót hanga saman og eiga að vera í sama ferlinu. Það er nokkuð ljóst að ekki verða ein gatnamótin löguð nema hinn gatnamótin verði einnig tekin með. Þetta verkefni á engan veginn heim í þessum hverfispotti. Annar íbúi tjáir sig sem heitir Vordís Baldursdóttir. Svo sammála þeir Óttar, bæði með að þetta á alls ekki heima í þessum hverfispotti og þá ekki síður að það á að taka og laga sem eina heild blettin með þessum 2 gatnamótum og einni aðkeyrslu. Þúsöld Reynisvandsvegur, Þúsöld aðkeyrsla að Nóatúni og gatnamót Vínlandslegar og Þúsaldar. Þetta var flokkast undir umferðaröryggi og ég verð að segja að ég er algjörlega sammála þessum íbúum sem tjá sig með þessum hætti. Og ég tek fram, það er margt gott við þetta verkefni, en þarna held ég að menn hafi farið aðeins út af sporinu með því að hleypa slíkri aðferð sem varðar umferðaröryggi í borginni. Ef menn ætla að halda áfram að þessari braut, þá er þetta ljóst að við getum kosið umferðaröryggi í mörgum hverfum borgarinnar. Og ég veit ekki, í aðra röndina held ég að það gæti eitthvað komið gagnlegt út úr því, en á hinn bóginn finnst mér ekki gott við það að það sé verið að etja kannski íbúum hverfana út í að kjósa umferðaröryggismál. Það er okkar hlutverk að tryggja þau séu í lagi. Það hefur mjög góð vinna átt sér stað á vettvangi borgarinnar okkar verkfræðinga til þess að greina hvar hættulegustu staðirnir séu. Og yfirleitt, ég er ekki alltaf sammála, en yfirleitt er ég sammála þær aðgerðir sem þeir leggja til, og ég myndi segja að þessi mál séu svona í nokkum góðum faglegum farvegi hjá borginni. Breytir hins vegar ekki því að þegar kemur að forgangsröðun til umferðarmála, þá finnst mér forgangsröðun meirihlutan vera röng. Það eru auðvitað pólitíkusar sem ber ábyrgð á því, en ekki embættismennirnir eða verkfræðingarnir sem vinna fyrir okkur.
og það er kannski önnur saga, en eins og allir vita þá hefur fjármunum frekar verið raðað í gæluverkefni sem eru dýr eins og Hofsvallagötu og Grensásveg, Borgartún sem skila ekki augljósum umferðaröryggislegum ávinningi, á meðan mörg önnur verkefni í borginni bíða sem til dæmis þessi tvenn gatnamót sem ég nefndi áðan, þar sem það er að fara út í umferðaröryggi. Og það er kannski alltaf að spyrja staðgengileg borgarstjóra á því hvort hann sé sammála því að það sé farið í kosningar með þessum hætti umferðaröryggismál í einu hverfi. Er þetta eitthvað sem ætti að taka upp í fleiri hverfum? Ættu við kannski að taka þetta upp í borginni? Nú sem sagt í víðara samhengi. Nú er til dæmis álitamál varðandi umferðaröryggismál á okkar helstu umferðargötu sem er Miklubraut og systurbrautir hennar í hérna austur og vestur, Hringbraut og Vesturlandsveg. Þar er mjög mikil umferð á hluta, og þetta er nú allt saman kallað einu nafni Nesbraut hjá Vegagerðinni, sem er svolítið fyndið, en allt í lagi, það er svona samheiti yfir þessar 3 götur. Á hluta þessarar stoðbrautar í borginni, þar hafa verið sett upp miðslag gatnamót og óhætt að segja að þau gegni hlutverki sínu mjög vel. Þar sem þau hafa verið sett upp á ákveðnum gatnamótum, þar hefur slysum stórfækkað. Ég held að á einu gatnamótunum hafi alvarlegum slysum fækkað 92%. Þannig að þau voru ekki lengi að borga sig upp. Það hefur dregið úr mengun og svo auðvitað greiðir þetta allt fyrir umferðinni. En hins vegar eru nokkur gatnamót eftir, til dæmis gatnamót Miklubrautar, Kringlumýrarbrautar, gatnamót Miklubrautar og Grensásvegar og gatnamót Miklubrautar og Hálendisbrautar, þar sem væri hægt að koma fyrir slíkum mislægum gatnamótum og alveg sannarmál að þar myndi þetta draga úr slysum og mengun minnka. En borgarstjórnarmeirihlutinn á síðasta kjörtímabili og sennilega líka núna hefur sett sig upp á móti í slíkum framkvæmdum, sennilega vegna þess að hann vill ekki greiða fyrir umferð í borginni, en gleymir því alveg að þar með er þá líka verið hafnað því að það verið fækkað slysum og það er ekki heldur lítið á mengunarþáttinn. Og það má velta því fyrir sér, ef menn telja á annað borð að umferðaröryggismál eigi að fara inn í íbúakosningu, væri þá ekki hægt að kjósa það meðal íbúa í Reykjavík. Þeir eru þá vantilega allir að taka þátt í þetta, er svona universal verkefni, að allir íbúar í Reykjavík getur kosið það til dæmis hvort að þeir vildu að borgin beitti sig fyrir því að mislæg gatnamót eru byggð á þessum stöðum. Ég teldi það heillaskref. Ég er alveg sammála því sjónarmiði sem við komum fram að það eru ekki hægt að setja niður mislæg gatnamót alls staðar. Það er mjög erfitt að setja því niður í miðborgarumhverfi svo vel fari, og ég held að enginn sé að leggja það til, en á þessum stöðum væri það hægt, og er það kannski lausnin, því þetta hefur nú verið deilumál hér í borgarstjórn í alveg 10 ára eitthvað svoleiðis, að væri það kannski lausnin að vísa þessu bara í íbúakosningu. Fyrst að menn eru að feta þessa slóð að kjósa svona millistórverkefni eins og gerð hringtorgs á umferðarmiklum gatnamótum þá akkur ekki bara stóru verkefni líka. Og það verður að segjast eins og að mér fannst síðasti meirihluti, sá meirihluti satt hér á síðasta kjörtímabili, mér fannst hann ekki hafa mikinn lýðræðislegan þroska til að bera, og þá er ég kannski meira að hugsa stóru málin. Til dæmis varðandi sameiningu skóla á síðasta kjörtímabili. Þar var ekki hlustað á foreldra. Þar fór fram undirskriftasöfnun, þar sem mikill meirihluti foreldra í þeim skólum sem átti að sameina mótmæltu sameiningaráformum þáverandi meirihluta. Það var ekki hlustað á það, og það var farin fram með miklu brambolti, og við erum að gera þessi mál upp núna. Það kom skýrslum daginn sem sýnir rauninni bara ágætlega hvað var illa haldið að málum af hendi meirihlutans. Nú, borgarstjórnin eða borgarstjórnarmeirihlutin á síðasta kjörtímabili, hann lenti einnig í því að hann fékk á sig stærstu undirskriftasöfnun Íslandssögunnar þegar að 70.000 manns, 70.000 manns, þar af held ég milli 20-30.000 Reykvíkingar, skrifuðu undir óskum það að það er ekki hróflað við flugvellinum
flugvallarstarfsemi yrði ekki flæmd úr Vatnsmýrinni og fyrstu viðbrögð forsvarsmanna þess meirihluta var þegar sú könnun kom fram voru þau að gera lítið úr könnuninni, gera lítið úr þessari undirskriftasöfnun þrátt fyrir að viðurkenndar aðferðir væru viðhafðar við að safna undirskriftum. Það var gert lítið úr því og maður þetta veltir fyrir sér að meirihluti sem gerir lítið úr slíkum hlutum, gerir lítið úr undirskriftasöfnunum íbúa, til dæmis var þetta þessi mál sem eru þeim hjartansmál, skólasameiningar sem varða þeirra nærumhverfi og síðan flugvallarstarfsemi, að meirihluti sem gerir lítið úr því, er hann þá trúverðugur þegar að kemur að því að kjósum litlumálin? Er kannski þeir sem mynda hennar meirihluta, mér finnst þeir ekki hafa mikinn lýðræðislegan trúverðugleika þegar þeir gera lítið úr slíkum málum eða þegar vilji íbúa kemur fram með svona skýrum hætti og vilja þess vegna kannski skreita sig með þeim fjöðrum að þeir séu með rafrænar hverfiskosningar hin smærri mál. En gott og vel, mér finnst ég er ekki að tala móti þessum rafrænar hverfiskosningum, alls ekki, ég er að mörgu leyti hrifinn af þeim, en mér fannst þetta ákveðin þversögn hvernig meirihlutinn á því kjörtímabili hagaði sér. Og því segi ég þetta að þessi meirihluti hér á síðustu kjörtímabili sem beitti sér fyrir þessum málum og raunni hunsaði lýðræðislegt ákvæði íbúanna með þessum hætti, að hann féll í þessum kosningum síðast, þá misti hann meirihluta sinn og það er alveg skýrt, en fekk kannski ákveðið framhaldslíf með því að borgarfulltrúar Vinstri grænna og Pírata gengu til liðs við hann. Borgarfulltrúi Pírata gerði lýðræðismálin að sínu stærsta máli í kosningabaráttunni og því hef ég gerði ég mér ákveðni vonur það að meirihlutinn muni, að þessi nýji meirihluti, hann muni bæta ráð sitt að þessu leyti. Ég vona að sá liðsauki sem meirihlutanum bættist á í formi borgarfulltrúa Vinstri grænna og Pírata verði til þess að þessi meirihluti hlusti meira á fólkið heldur en meirihlutinn á síðasta kjörtímabili gerði og taki slíkt samtal við íbúana alvarlega. Og þá er þetta mjög mikilvægt að í þessum hverfiskosningum sem er að festa sig í sessi í borginni, maður verður smá saman var við það að íbúar, þetta er að fréttast, mér finnst fleiri í kringum mig vera átt að segja á þessu að þarna sé hægt að hafa áhrif. En þá verður það að vera mjög skýrt í huga okkar borgarfulltrúa hvaða verkefnum við getum vísað inn í þessa kosningu og hver ekki. Mér finnst til dæmis erfitt þegar íbúar eru að spyrja umferðaröryggismál að segja við íbúa það er ekki kosið umferðaröryggismál þarna, en síðan kemur í ljós að það er jafnvel gert. Þannig að ég myndi vilja skora á þá sem halda utan þessa kosningu að gæta þess að þetta séu samræmdar aðgerðir. Það er ekki rétt að íbúar í Vesturbæ fái þau svör að sé ekki kosið umferðaröryggisaðgerðir en íbúar í öðrum hverfum það komir síðan á daginn að svo sé ekki. Og þannig að þetta er kannski svona smá agnúi sem ég er bara mjög bjartsýnn á að við getum sniðið af í sameiningu. En svo þarf þetta meirihlutann að hafa það í huga að það þýðir ekki bara að hlusta á íbúa varðandi hinn minni mál, það þarf líka að taka mark á þeim þegar hinn stærri mál koma til lýðræðislegrar umfjöllunar eins og til dæmis flugvallarmálið og skólamálin eru gott dæmi Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu, þá hafa 2 borgarfulltrúar óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég aðeins naut það sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hafði að segja umferðarmál í borginni og öryggismál og ætla ekki beinlínis að fara út í kosningar og þó, en ég veit ekki hvort að borgarfulltrúin var hér áðan þegar að fulltrúar frá Hjartaheill og Hjartalæknir á þeirra vegum voru að ræða málin og þá var einmitt sérstaklega tekið fram að frá sjónarhóli Hjartaheilla væri stefnan góð í borginni sem að hvetti til meiri hreyfingar, betri lýðheilsu. Þannig að ég er ekki viss það að draumsýn Kjartans Magnússonar milljarða framkvæmdir við mislæg gatnamót, við gatnamót Miklubrautar og Grensásvegar og gatnamót Háaleitisbrautar og Miklubrautar að þær séu í takt við lýðheilsumarkmið
Þvert á móti mun það hafa frekar slæm áhrif á lýðheilsu. Það mun gera mjög hraðri bílaumferð hærra undir höfði og það fyrst og fremst hröð bílaumferð sem að íbúar og öllum íbúarfundum í borginni kvarta undir. Það er númer 1, 2 og 3. Alltof hröð og mikil bílaumferð og svo vitum við það líka eftir því sem að hraðinn eykst því verður dekkjahljóðið hærra og verður óþolandi og einnig svifryksmengun meiri og ég ekki viss það að íbúar í Hlíðum eða íbúar í Gerðum, íbúar í Heiðagerði, Akurgerði, Rauðagerði og öllum þeim ágætu götum myndi finnast það mikil framför fyrir sín hverfi að fá mislæg gatnamót í þetta. Þvert á móti og svo minni ég á þá líka að eins og borgarfulltrúum gátum, það voru kosningar hér í fyrra og þar fengu draumsýnir Kjartans Magnússonar fleiri mislæg gatnamót ekki brautargengi. Það voru bara kosningar. Það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góði borgarfulltrúar. Mér finnst nú hreint og beint lágkúrulegt hjá borgarfulltrúi Hjálmari Sveinssyni að bera fyrir sig ópólitísk samtök sem vinna gott starf og þá aðalega sjálfboðalega starf í þágu hjartaheilla í borginni. Ég held að þessi samtök hafi nú aldrei ályktað mislæg gatnamót sem slík, en vil þá minna það að því það er allt inn að fara að tala hér heilbrigðismál að þessi mislæga gatnamót þau hafa náttúrulega bjargað mörgum mannslífum, þau sem eru hér fyrir hendi vegna þess að það er náttúrulega margsanna mál, kom bara síðast bara skýrslum þetta frá Vegagerðinni í fyrra að þau fækka umferðarslysum og þar af leiðandi bannaslysum og alvarlegum meiðslum og svo framvegis. Ég held að það sé mikilvægt að tala þessi mál á þess að menn sé að slá hér pólitíska keilur og vitna til fjarstæddra samtaka og koma með einhverja tilfinningasemi í þetta. Það er líka rangt hjá borgarfulltrúanum að halda því fram að mislægan gatnamótum fylgi sjálfkrafa hröð og mikil bílumferð, svifryksmengun og hávaði. Það eru auðvitað komnar fyrir löngu góðar aðferðir til þess að ná niður umferðarhraða, til dæmis með hraðamyndavélum, mælingum lögreglu og fleiru á brautum þar sem eru mislæg gatnamót. Það er ekki mikið mál. Og við varandi svifryksmengun og hávaða, þá hygg ég að það sé minni hávaði og minni svifryksmengun frá götum þar sem mislæg gatnamót eru vegna þess að þar ná menn að halda jöfnum umferðarhraða, þar alls ekki vera hraður, þar ná menn að halda jöfnum umferðarhraða, þurfa sem sagt ekki stöðugt að vera að bremsa sig niður og spýta í. Og reynsla sýnir að svona langflestir, ekki kannski allir, en langflestir bílstjórar þeir halda jöfnum umferðarhraða við slíkar aðstæður. Það hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég lýsi því líka yfir að það er reynilega lágkúrulegt að taka ekki mark á þeim orðum sem að hjartalæknir hér á vegum hjartaheillar var að hafa hér yfir eða fyrir bara 30 mínútum. Læknir sagði sem sé að stefnan í borginni sem að hvetti til meira hreyfingar væri góð fyrir þann málstað sem að þau berjast fyrir. Og ef við ætlum ekki að taka mark á slíku, hverju ætlum við þá að taka mark á? Það hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við það að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðu borgarfulltrúar, en einu sinni stillir borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson reynir að stilla þessu svona upp í þetta sé annars vegar góða fólki og hins vegar vonda fólkið. Sjálfstæðismennirnir séu væntanlega þeir sem vilji umferðarmannvirki í borginni. Forsenda þessara umferðarmannvirkja eru þetta bætt umferðaröryggi. Ég veit ekki, ég ætla ekki að halda inn fram að neinn borgarfulltrúi sé á móti auknu umferðaröryggi, en leiðirnar geta verið mismunandi af því. Og ég trúi því ekki að hjartaheill samtökin séu hrifin af því að bara góð ræða aukna hreyfingu borgarbúa sem við auðvitað sjálf viljum öll stuðla að
hún sé notuð í þessu skyni að borgarfulltrúa Samfylkingarinnar. Auðvitað eru allir flokkar í borgarstjórn hlynntir aukinni hreyfingu og heilbrigði íbúanna. Það að vilja hér mannvirki sem eykur umferðaröryggi hefur ekkert með það að gera. Það má þvert á móti halda því fram að til dæmis með því að hafa hér greiðari stofnbraut austur á bóginn þá í fleiri íbúar úr vesturhluta borgarinnar. Þeir eiga auðvitað með að komast hér í þá náttúruparadís sem hér til dæmis austan í borginni í Heiðmörk og Bláfjöllum. Ég hef fengið kvartanir yfir því að það drægi úr fólki til að fara í Heiðmörk og Bláfjöll því að það sé svona í lok vinnudags þá geti það alveg verið upp undir klukkutíma á leiðinni til dæmis upp í Bláfjöll. Þannig að ég verið að segja það áfram. Mér finnst það lágkúrulegt að stilla málum upp með þessum hætti. Ég trúi því að allir borgarfulltrúar séu hlynntir umferðaröryggi. Ég trúi því að allir borgarfulltrúar séu hlynntir aukinni hreyfingu og heilbrigði borgarbúa og ég held að sé alveg frálegt að stilla þessum tveimur hlutum upp sem einhverjum andstæðum eins og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kaus því miður að gera. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Það veitir borgarfulltrúi Kristín Sofía Jónsdóttir andsvar við ræðu borgarfulltrúi Kjartans Magnússonar. Forseti, kæru borgarfulltrúar, án þess ég ætla að leggja blessun yfir allt sem kom fram í ræðu borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, þá verði ég að fá hnýta aðeins í ummæli sem það breytingar sem voru gerðar á borgartúrinu. Þær breytingar voru áðar kallaðar gæluverkefni en ekki umferðaröryggisverkefni, því ég ósammála. Á 10 árunum fyrir breytingarnar urðu 14 slys með meiðslum, fjölmörg á óvarða vegfarendur. Okkar markmið var margþætt í borgartúrinu. Öllum þeim markmiðum hefur náð rúmlega það. Við erum að sjá 17% aukningu í einstöðum útstöðum í strætó, með 4% í borginni í heild. Við erum að sjá 220% aukningu á hjólandi með 4,2% í borginni í heild. Gangandi ferðum hefur farið aukist úr 19 í 23%. Bílaumferð sú sama, cirka bát örlítur aukning og á sama tíma hefur ekki orðið 1 slys með meiðslum sem breytingarnir voru gerðar. Þannig að þrátt fyrir að óvörðum vegfarendum hafi fjölgað gríðarlega hefur slysum fækkað eða þau hafa ekki orðið síðan þá. Fyrst ég komin hérna upp þá verði ég aðeins að fá hnýta líka í ummæli borgarfulltrúans mislæg gatnamót. Það er ekki rétt að mislæg gatnamót komi í veg fyrir að dragi verulega úr banaslysum. Það var orðið banaslys á flestum mislægum gatnamótum á höfuðborgarsvæðinu og alvarleg slys á þeim öllum. Mislæg gatnamót draga fyrst og fremst úr umferðaróhöppum sem venjulega þau óhöpp sem við sjáum á fjölmennum gatnamótum. Á sama tíma eykst hraðinn gatnamótin og alvarleg slys eins og þegar keyrt er á brúarstólpa eða keyrt út af verða hins vegar og slys oft alvarleg enda hraðinn meiri. Takk. Það er borgarfulltrúi Kristín Sofía Jónsdóttir lokið við að veita ansvar, þá svarar ansvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég get tekið undir það með Kristínu Sofíu Jónsdóttur borgarfulltrúa að breytingarnar við borgartún voru alls ekki alls slæmar. Það voru ákveðnir hluti við þar sem ég held að hafi heppnast ágætlega og var í sjálfu sér sátt Hins vegar held ég að útfærslan hefði mátt vera heppilegri. Ég hef fengið athugasemdir við hvernig breytingar gerð frá til dæmis á blindum og sjónskertum sem finnst óþægilega að fara þarna heldur en var áður frá atvinnurekendum við borgartún. Meira svo í hjólreiðamönnum líka. Hjólreiðamenn, ég hef farið í ferð með hjólreiðasamtökum þarna og þau reyndar hrósuðu, voru mjög ánægð með framkvæmdina en sögðu að útfærslan hefði ekki verið rétt og óskuðu eftir því allavega þegar framkvæmdir eru í framtíðinni þá fengi hjólreiðasamtök að koma meira að þessu. Og mín ályktun var svona svo að ég var sjálfsögðu hlynntur því að það er gerður þarna hjólreiðastígur og bara auðvitað við þessi gerðu hjólreiðastígur að þessari leið þá þetta fjölgar hjólandi vegfarendur sem er gott. En mér fannst að ég held að útfærslan hefði verið betra ef við hefðum haft bara einn hjólreiðastíg við götuna sem hefði verið breiður og það hefði verið betri útfærslana en að hafa 2 sem við fáum síðan kvartanir að séu báðir og mjóir. En eins og ég segi, ég held að við ýmislegt heppnast varðandi borgartúnið og takk fyrir að benda það, borgarfulltrúi góður. En það er þetta með mislæga gatnamótin, ég held að það sé ekki hægt að fara yfir það hér á þessu stuttu umræðu hér.
kosti og lesti við misla gatnamót. Verð þó bara að segja að ég er algjörlega ósammála borgarfulltrúanum varðandi hennar ályktun af hvernig misla gatnamót er að virka. Ég hef séð fjölmörg önnur gögn sem sýna annað frá sérfræðingum í umferðaröryggismálum, tryggingafélögum og fleiri. Það er alveg ljóst að misla gatnamót fækka umferðarslysum og þá líka banaslysum og ekki síst alvarlegum slysum eins og mörg misla gatnamót eru dæmi um. Það hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að svara andsvari. Það telst andsvörum lokið og þá er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Mikið gaman að því að við ætlum að opna á svona heimspekilegar vangaveltur þar sem við erum ofta að sýsla því að það er ofta ekki vanþörf á því í staðinn fyrir að vera alltaf kannski í smáatriðum og tæknilegum útfærslum þó það skiptir líka máli. Það hefur margt hérna komið fram varðandi kannski einstaka framkvæmd og einstaka kostnað og svona verklag sem ég held að væri mikil þörf á að skoða betur. Mér langaði samt kannski aðeins að gera umræðu efni svona hvað þessi kosning í rauninni þýðir, hvað hún er. Og þá er kannski nærtækt að byrja á síðustu rökræðum ágætra borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar, Kristínar Soffíu Jónsdóttur og Hjálmar Sveinssonar sem að sýna kannski betur en margt annað að í rauninni er allt það sem er lagt fyrir í þessari kosningu á einn eða annan hátt einhvern veginn pólitískt. Það sem að fólk og borgarfulltrúar og borgarbúar allir hafa kannski mismunandi sýn á hvernig við viljum búa til borg, hvað skiptir mestu máli og svo framvegis. Þess vegna er kannski í því ljósi vildi ég aðeins gera þetta umræðefni því hvað er þessi kosning, þetta beina lýðræði. Það sem íbúar eru að kjósa nærumhverfi sitt sem að ég held að sé jákvætt. Ég held að sé jákvætt þó var ekki nema til annars til þess að aðstofa við að borgarbúar svona skynja eins betur í nærumhverfi sitt, hvað hlutirnir kosta, fá svona meira það að segja algjörlega bara beint og millilega laust hvað verður hér ofan á. En það er ekki algjörlega fullkomið að því leytinu til að það sem að lýðræði snýst og ég er mjög hrifin af og hef rætt hér oftar en einu sinni er það sem að kallast þessi pólitíska ábyrgð og á með réttu að liggja hjá þeim sem eru kosnir til þess að fara með það vald, standa fyrir sínum ákvörðunum og ekki ákvörðunum, sínum góðu málum, sínum mistökum og svo framvegis. Og það sem að rökræður fyrrnefndra borgarfulltrúa snerust er í rauninni eitthvað sem við höfum tekist þér á í mörg ár og munum eflaust halda áfram að takast á. Og það er kannski ágætt dæmi það að því er kannski óeðlilegt að í svona kosningu séu slík mál lögð undir í þessu kosningu þegar við vitum að það eru heldur ekki fleiri en raun ber vitni sem taka þátt í þessari kosningu. Og ég veit að þetta er tilraunastarf sem að ræða sem er búin að vera í gangi svona hefur þróast frá 2008 og það er gott að blessa það að segja en það er hins vegar svo að það eru afskaplega fáir í rauninni sem er að taka þátt. Og ég veit að við getum svona kannski hreykt okkur af því að það sé meiri þáttaka hér heldur en í nágrannalöndunum. Það er gott og blessað. Það er samt ekki til þess að hrópa húrra fyrir. Við höfum líka kannski að skoða í því samhengi hvort þá almennt sé ekkert ofboðslega mikill áhugi á þessari útfærslu af kosningu. Þrátt fyrir að hún sé meiri hér í nágrannalöndunum, þá ekkert endilega að vera afrek í sjálfu sér. Þannig í því ljósi að þáttakan er ekki meiri en raun ber vitni að þá erum við ítrekað í þeirri stöðu að þessi mál sem eru annars vegar lögð undir svona eins og í hugmyndasamkeppni og svo hins vegar kosið á milli þeirra hugmynda er í rauninni mætti segja þá svona hagsmunamál fárra. Og þeir sem að brenna fyrir það hagsmunamál, hvort sem það sé bekkur einhver staðar eða róla einhver staðar eða hvað svo sem það er, það eru þá þetta einhverju nokkri sem að vilja það og hringja í vini sína og nágranna út af því og vinna fyrir því en það er mikill meirihluti. Tölurnar segja okkur það er mikill meirihluti í viðkomandi hverfum sem tekur ekki þátt og er því í rauninni raddlaus í þessari ákvarðanatöku
Og ég átta mig á því að viðkomandi getur kannski sjálfum sér kennt að vera ekki að taka þátt og honum býðst það og svo framvegis. Það er kannski eitt. Þau rök eru kannski í lagi þegar við erum að tala atriði sem að, já, við getum kannski sagt að trufli engan. Kannski bekkur einhver staðar eða eitthvað slíkt. En það vandast málið örlítið þegar við erum að tala atriði eins og borgarfulltrúarnir tókust á hérna rétt áðan. Ég get líka nefnt eins og búið að minnast á, ég meina til dæmis bara með viðhaldið er í lagi að Reykjavíkurborg setja þeir inn í hendur borgarbúa hvort að hérna sé haldið bara upp í mjög lágmars viðhaldi. Það er eitthvað sem ég held við eftir að geta velt upp. En svo er það annað. Að þrátt fyrir ég nefni dæmi bekki sem eitthvað kannski sem ætti alla jafna að trufla fáa, þá er flest af þessu sem að einhverjum hugnast, mögulega eitthvað sem öðrum hugnast ekki. Og bara ef ég nefni 2 dæmi það sem við verðum nefnt hérna í umræðinni hér í dag, til dæmis annars vegar körfuboltavöllur og hins vegar lýsing á gangstíg. Og þetta vissulega hljómar aldeilis fínt og það er auðvelt að sjá hverjir vilja hafa hagsmuni af þessu, en að baki öllum svona ákvörðunum eru einhverjir sem eru ósáttir við það. Það er mjög mikið hljóðmengun á körfuboltavöllum til dæmis. Þeir sem hafa unnið í borgarkerfinu einhver tíma vita að það er mikið tekist á körfuboltavelli og hvernig er hægt að stemma stigu við því að það sé ekki spila eftir miðnætti því að dribblið í boltanum veldur mjög mikilli truflun í nærumhverfi sínu. Götulýsing sem aldeilis hljómar vel hefur samt þann galla að til dæmis eins og Ægisíðunni eða slíkt getur bara búið til óbúslega mikla ljósmengun og ég myndi telja að það var eitthvað sem við í borgarstjórn myndum taka einhverja heildstæða ákvörðun þar sem við vegum og metum kosti og galla. Viljum við flóðlýsa Reykjavíkurborg eða ekki? Við vitum að það er meira öryggi með lýsingu eða er það alveg örugglega raunin, fara voðaverkin þá í einhver önnur skuggasund og svo framvegis. Það eru mörg málefnileg sjónarmið fyrir því að þessi verkefni séu fín, en það eru líka mörg málefnileg sjónarmið fyrir því að þessi verkefni séu ekki fín og hugnist ekki öllum. Og það sem ég hef pínu áhyggjur af með þessa kosningu sem er góð, það er gott að setja meira vald til Reykjavíkinga svo þau finni betur að þeir búi hérna í þessu borg og hafa eitthvað að segja hvað gerist hér. Þá er pínu skrítið að við getum fært ábyrgðina yfir bara mörg hitamál yfir í svona kosningu þar sem er mögulega undir 100 manns undir í að taka þessa ákvörðun og eflaust mikill meirihluti sem að hefur bara engin völd. Fulltrúalýðræði hefur nefnilega þann ágæta öryggisventil að það er okkar hlutverk og það er þá okkar að bera pólitíska ábyrgð því að hugsa eða hugsa ekki minnihlutann. Það er okkar að taka ákvarðanir það. En svona kosningar búa því miður pínu til hættuna á því að það eru fáir hagsmunaaðilar sem taka ákvarðanir og hinir eru raddlausir og ekkert og okkar ber á því ábyrgð. Og ég tel að það sé vont mál. Þannig ég tel að við ættum að reyna að hugsa hvort að næstu skref í þessu ágæta verkefni verði þannig gerð að við reynum að sjá hvort að þarna sé eitthvað sem ætti bara heima hjá pólitíkinni, ekki í svona kosningu. Ég held að við séum að róa öllum árum að því sameiginlega að auka þáttöku í lýðræðinu. Við sáum í síðustu borgarstjórnarkosningum að þáttakan er ekki nógu góð, sérstaklega hjá ungu fólki. Fólk hefur ekki alveg nógu mikinn áhuga á pólitík þrátt fyrir að hún snúist líf þeirra að mörgu leyti sem er mikið áhugjefni. Sérstaklega ungu fólki. Ég hef áður leyft mér að viðra þá hugmynd að í staðinn fyrir að niðurnjörfa þennan fyrirfram ákveðna pott við hverfi, hvort það væri kannski sniðugt að niðurnjörfa einhvern ákveðin pott, eitthvað ákveðið fjármagn fyrir ungt fólk sem það gæti í Reykjavík kosið fyrir sig og jafnvel eldri borgar að taka aðra hagsmuna hópa fyrir en ekki bara hverfin sjálf og hvort að með því getum við kannski aukið áhuga ungs fólks og svo framvegis. Ég held allan að það sé mikill vilji og sé nauðsynlegt að gera þetta vel, en ég held að við eigum þá líka að ræða kannski heiðarlega hvað er þarna pínu á skjön og kannski óeðlilegt við þessa kosningu sem er alla burði til annars bara að ganga vel. Takk. Það er borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið máli sínu og það er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og borgarstjórn, hér er komið inn á eitt af mínum uppáhaldssögðarefnum sem er lýðræðið og stjórnmálin og mörk valdsins og
hvernig fulltrúa lýðræðið fléttast saman við það sem við köllum beina lýðræðið eða þátttöku lýðræðið. Auðvitað er þetta aldrei óumdeilt og þetta er eitthvað sem að þarf og er nauðsynlegt að takast á og ræða og finna hvar mörkin liggja og hvað virkar og hvað ekki. En mér finnst sko veigamestu rökin hjá borgarfulltrúum Hildi Sverrisdóttur hvað með fólkið sem að hefur ekki tök á að taka þátt. Hvað með þann möguleika að þarna séu bara hagsmunablokkir að safnast saman. En þetta er eitthvað sem að er vandamál bara almennt. Það er ekki bundið við beinalýðræði, þetta er vandamál í pólitíkinni almennt. Hvernig er hugað að því að koma til móts við þeirra sem að eru raddlausir eða raddminni en aðrir? Hvernig er hugsað almannahag en ekki sérhagsmuni? Það að færa ákvarðanatöku á vissum sviðum meira út til almennings og að fá þá meira á borðinu og einhvern veginn að dreifa valdinu, það er engin töfralausn á þessu. Það er það ekki. Þetta er eitthvað sem við þurfum áfram að huga að. Spurningin líka hvar ábyrgðin liggur, hún stendur líka eftir, sko. Hvar nákvæmlega er ábyrgðin á hlutunum? Er hún hjá kjörnum fulltrúum, er hún hjá embættismönnum? Hver ber endanlega ábyrgðina á hverju? Það er auðvelt að varpa henni fram og tilbaka og svo stendur fólk kannski fram í einhverjum almennum kosningum og kannski einhvern veginn tala sig út úr því sem að það er búið að klúðra. Það er alveg til dæmi það. Kannski, já. Ef að ég fengi að ráða þá væri þetta stöðugt hérna til umræðu og ég vildi að ég hefði aðeins meiri tíma til að vera þetta en eitt andsvar. En þetta, mér finnst margt gott, mér finnst gott að við séum að opna á þetta. Það er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið við að veita andsvar og andsvörum lokið. Þá er Guðfinna, borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir næst á mælendaskrá. Borgarstjóri, forseti, ég er hálf rugluð að sé annar mann þarna. Forseti borgarfulltrúar, ég held að við fögnum því öll að íbúalýðræði sé sem virkast hér í borginni, en það er spurning hvernig við eigum að fara að því að virka það. Og mér finnst góð þessu hugmynd að láta fólkið velja í sínu nærumhverfi hvernig það vill hafa hlutina. En ég er sammála mörgum sem hafa talað hér að þetta er einhvern veginn ekki alveg að virka nógu vel. Nú er búið að reyna þetta 4 sinnum og þáttakan er mjög lítil. Og ég held líka að þetta sé gott tæki til þess að svona efla kostnaðarvitund fólks því að ég held svona samhliða uppsveiflunni. Hér fyrir nokkrum árum þá týndum við svolítið kostnaðarvitundinni. Einu sinni skildum við hvað milljarður var en við skiljum það ekki lengur og finnst það kannski vera bara svona eins og milljón í dag. Þannig að við erum kannski hún er svolítið farin að brenglast held í kostnaðarvitundin hjá okkur. En ég held í rauninni við ættum að nota þennan tíma fram á næsta ári og þá sérstaklega væri það fínt verkefni fyrir stjórnkerfis- og lýðræðisráðið að skoða það hvernig við getum í rauninni breytt þessu og bætt þetta. Það er að segja að fleiri aðilar komi að þessu. Því að þetta eru mig fáir á bakvið allar tillögurnar og það eru ekki margir sem að hafa verið að taka þátt hingað til. En auðvitað eru kosningarnar bara að byrja í dag þannig að við vitum ekki hvað verður. En ég held að þannig sé hjá mörgum að þetta er kannski virkar svolítið flókið og fólk að fara inn á þessu síðu. Fólk er ekki átt að segja á þessu mun og betra hverfi og betri Reykjavík og það kannski kemur inn á síðuna og þá er þetta einhvern veginn eins og þetta séu gamlar hugmyndir og ég hef heyrt frá fólki að fólk heldur að þetta síðan sé stundum ekki virka því að það fer inn á síðuna og þá er kannski efst á síðunni yfir betri Reykjavík einhver hugmynd sem er eldgömul þannig að ég held svolítið að borgarbúar sé ekki alveg að átta sig á þessu. Og þetta er svolítið flókið, það þarf að vera með lykil og alls konar, ég veit ekki hvort það sé eitthvað hægt að breyta því, en ég held að kannski upplýsingaflæði til borgarbúa þetta og já, það þarf í rauninni að skoða þetta betur. Ég held að
sko íbúalýðræði þar sem einhverjir örfáir að taka þátt, kannski innan við 10 manns og stundum innan við 100 manns, það ekki alveg það sem er kannski hugsunin á bakvið þetta. Við viljum auðvitað sem flestir taki þátt í þessu og þá spurningin hvernig gerum við það. Þannig ég held að það væri vel þess virði að við myndum nota næstu mánuði að skoða þetta. Það sem kom mér svolítið óvart í rauninni það að mikið af þessum verkefnum sem að fólk að benda á snúa að svona atriðum sem að myndi flokkast undir viðhald eða öryggismál. Bæta lýsingu, setja hringtorg, hraðahindranir, gönguljós og svo framvegis. Að það kannski vantar meira svona hugmyndu þó að séu þetta í mörgum hverfunum, eitthvað sem nýtist íbúunum í viðkomandi hverfi, eitthvað sem fegrar umhverfi, eitthvað sem fólk getur notað til útivistar og svo framvegis. En mér finnst svolítið mikið af þessum viðhaldsverkefnum sem að borgin ætti að sinna og það spurning hvort að fólk sé kannski ekki að taka þátt í þessu af því það heldur að þetta snúist aðalum viðhald eða hvað sem það Þannig að ég held í rauninni þetta eitthvað atriði sem búið að vera núna í gangi nokkur ár. Það þarf að laga þetta, það þarf einhvern veginn að finna leiðir til þess að fólk hafi meiri áhuga á þessu vegna þess að ég held í rauninni að flestir vilja hafa áhrif á sitt nærumhverfi. En hvort að það sé bara fólk veit ekki nógu vel af þessu, finnst þetta flókið eða finnst þetta bara snúast einhver viðhaldsverkefni eða ég eiginlega átta mig ekki á því. En það eitthvað sem ég held að við þurfum að skoða til þess að laga þetta. Það borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og það borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti og borgarstjórn. Já, þetta ágætt áminning hjá borgarfulltrúanum Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttur. Eins og ég kom inn á fyrri ræðu þá fyrirhugað að fara í allsherjar úttekt á þessu fyrirbæri og hvernig það að virka og líka reynslu borgarbúa sjálfra og upplifun af þessu. Þannig að ég bind allar vonir við að í henni verði meðal annars varpa ljósa og nákvæmlega hvort að fólk veit af þessu annað borð, hvað því finnst þetta, hvað því finnst að mætti bæta og líka hvaða leiðir eru færar til að kynna þetta betur. Við lykilatriðið og í rauninni grunnurinn að allri svona þáttöku það gagnsæið og upplýsingaflæðið. Að fólk viti af annað borð að því hvað að gerast hérna og hvaða leiðir eru færar til að hafa áhrif á það. Og það alveg gríðarlegt og gegnumgangandi verkefni í sjálfu sér að finna leiðir til að koma því bara út til fólksins. Þessum mikilvægu upplýsingum sem að tryggja það að það geti yfir höfuð verið visst það hvernig það getur komið að málum. Og svo hefur náttúrulega verið nefnt hérna oft þetta með viðhaldsverkefnin. Þetta allt verkefni sem að fólk að setja inn sjálft, en það að fólk sé aftur og aftur að koma með viðhaldsverkefnin og þetta sem að margir myndu segja að það ætti bara að vera sjálfsögð verkefni, það gæti hugsanlega þýtt að fólk lítur annarkvort á þetta sem vettvang fyrir slíkt eða þá að því finnst að borgin sé ekki að sinna þessu nógu vel og sé því að nota þennan vettvang til þess að reyna að koma þessu að. En þetta allt eitthvað sem að þarf að skoða vel og vonandi fást svör við, bara helst sem fyrst svo við getum undirbúið næstu skref vel. Takk. Það borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson lokið við það að veita andsvar. Og þá borgarfulltrúi Heiða Hilmisdóttir næsta mælendaskrá. Forseti, virðulega borgarfulltrúar. Mér langaði bara rétt aðeins að blanda mér í þetta út af bara af því ég búin að vera að hlusta á okkur. Mér langaði bara að ítreka það eins og ég sé þátttöku í lýðræði þá það einmitt það að fólk taki þátt í lýðræðinu og það að við séum að framselja þarna, eða safna þarna saman hugmyndum frá borgarbúum og treystum þeim til þess að velja úr hugmyndum hvað á að framkvæma í þeirra eigin hverfi
ég er bara algjörlega ósammála því að þar séu við að fyrir okkur einhverju ábyrgð. Mér finnst akkurat, við erum í rauninni að færa ákvarðanavaldi til eiganda borgarinnar sem eru borgarbúarnir sjálfir. Og ég held að við þurfum að frekar að huga að frekari leiðum til þess að gera það og fleiri tækifærum, frekar heldur en að minnka þau tækifæri. Og það er einmitt eins og við höfum rætt mjög mikið í stjórnkerfis- og lýðræðisráði, að við erum svona að leita leiða til þess og einnig að leita leiða til þess að auka aðgengi að upplýsingum fyrir borgarbúa. Svo langaði mig bara rétt að nefna það að nú er ég búin að skoða þessar síður, mér finnst mikið að tillögunum fjalla aðstöðu fyrir börn og og ég held kannski að það bendi til þess að það sé svona yngra fólk sem er að taka þátt og setja þannig inn tillögur sitt hverfi og hvað það er sem er mikilvægt fyrir þá í sínum hverfum. Og kannski er það bara þannig og ef það er rétt þá erum við vissulega að auka þarna þátttöku ungs fólks í lýðræðinu og vonandi bara hvetur það fólk til þess að halda áfram og stíga frekari skref í þá átt. En sem íbúi í Laugardal sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill minntist á áðan og var ánægðastur með borgina sína, þá held ég að sé líka mikilvægt að við horfum á það að þar er mjög öflug íbúasamtök, þar eru mjög öflug foreldrafélög og í því hverfi er mjög auðvelt að hafa áhrif á hverfið sitt. Við höfum verið duglega að sækja peningastyrki og fara í ýmiss konar framkvæmdir og ég held að það sé jafnvel eitt af því sem er mikilvægast til þess að mynda þessa hverfa tilfinningu og finnast maður að bera svolítið ábyrgð á hverfinu sínu. Þannig að það er líka eitthvað sem ég held að við þurfum að huga vel að og styðja við bakið á. Það er borgarfulltrúi Heiða Hilmisdóttir lokið máli sínu og það er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Forseti, borgarfulltrúar, svona bara í beinu framhaldi af þessu og þá framhaldi af minni fyrri ræðu þetta mál, að þá er það nefnilega umhugsunarefni. Það er hversu mikið við að treysta á hverfisráðin og hversu að hvað miklu leyti hverfisráðin eru fulltrúar íbúa. Þetta er nefnilega alveg rétt sem hérna kemur fram að íbúa samtök Laugardals hafa alltaf verið mjög sterk, það har alltaf verið mjög virk og þegar ég var í skipulagsráði formaði þess þá var alveg ljóst að maður var ekki að fara á stað með skipulagstillögur nema verið góðu sambandi við íbúasamtökina því að þau höfðu skýra skoðanir og það var gott að vinna með þeim. Það var bara fólk sem að vildi komast að góðri niðurstöðu og þá veltum að því fyrir sér hvort að við séum ekki búin að ganga langt í því að fylla hverfisráð borgarinnar af fulltrúum flokkana. Það sem að við og aðrir fulltrúa þeirra flokka sem að við vorum í framboði fyrir hér í borgarstjórnarkosningunum sitja í hverfisráðunum og eru eiginlega svolítið útverðir í þessu tilfelli meiri hlutans þessa fjórflokk sem að mynda meiri hlutan hér í borgarstjórn til að gæta því að ekkert farin úrskeiðis þegar að mál eru send til umfjöllunar og umsagnar hjá hverfisráðunum. Þetta er ekki gott. Þetta ætti nú borgarfulltrúinn Halldór Auðar Svansson að hafa bak við eyrað í sínu störfum í stjórnkerfis- og lýðræðisráði og það fer nú ágæti borgarfulltrúi, ef ég má segja, þá finnst mér svona að fara að koma tími svolítið á að fá sjá hugmyndir, fá að sjá einhverja niðurstöður úr þeirri vinnu sem verið er að vinna og ég veit að menn eru að vinna og menn eru að velta fyrir sér mikilvægum leiðum en það verður líka ágætt fyrir okkur að fara að sjá eitthvað koma út úr því og í því felst ekki ég efast að það muni gerast. En eitt af því sem að ég held að stjórnkerfis- og lýðræðisráð ætti að skoða er akkurat þetta. Og kannski erum við að sjá þessa takmörkuðu þáttöku í hugmyndaleitinni af því að það eru ekki íbúasamtök. Það eru fulltrúar í hverfisráðunum sem eru ekki að tengjast hverfunum sjálf. Þannig að ég vil bara að við setjum staðins niður með opinn hug, öll sömul, og veltum því fyrir okkur bætum ekki frekar að styðja við frjáls íbúasamtök. Frjáls samtök í hverfunum þar sem að íbúar kjósa sitt eigi fólk sem við verðum svo í sambandi við eins og við erum í sambandi við hverfisráðin í dag. Og það getur vel verið að sú þróun fari eitthvað annað heldur en við ætlumst til en þá bara er það svo og þá er það bara þannig og við höfum ekkert að vera hrædd við það að ýta frá okkur valdinu til þeirra sem að helst vilja taka þátt í samfélagslegu starfi í sínu
hverfi. Og svona bara aðeins af því að hér að verða að ræða mengun og umferðina og svo framvegis. Það eru bara svo fjölmargar aðra hliðar á því. Og ef við fylgjumst með fréttum þá hafa borgarfulltrúar væntanlega tekið til því að Anna Hidalgo sem borgarstjóri Parísar hefur núna bannað eldri bifreiðar í borginni. Hún hefur náttúrulega veit það, sem allir eiga náttúrulega að þekkja, sérstaklega þeir sem eru í umhverfis- og skipulagsráði, að það eru eldri bifreiðar sem menga mest. Það er hagur okkar að fólk keyri á nýrri bílum. Þeir menga miklu minna. Og undir þetta sama hefur Boris Johnson í London tekið, þar sem að hann er að banna að verið sé að aka á eldri bílum í miðborg Londonar. Kannski er það þetta sem við ættum að vara hugað, vegna þess að bílaflotinn hér á Íslandi er eldri en nokkuð annars staðar í Evrópu. Bara svo menn aðeins svona hugsi út fyrir boxið, sko. En svo varðandi Borgartúnið, og að því að borgarfulltrúinn Kristín Soffía Jónsdóttir kom hér upp og talaði að það væri nú allt saman í ágætisformi. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, við lögðum til að haldinn yrði opinn íbúafundur þar sem fjallað væri Borgartúnið og þetta svæði með þeim íbúum sem gerðu athugasemdir við fyrirhuga deiliskipulag þá að Borgartúnið 28A. Þeirri tillögu var bara einfaldlega felld. Það er bara þannig að meirihlutin, fjórflokka meirihlutin vildi bara ekki ræða við þá sem að þarna bjuggu þessi mál en vildi halda fund seinna eftir að búið að vera ganga frá deiliskipulaginu. Þetta er nú sem sagt lýðræðisástinn og ekki bara nú mikið á stjórnkerfis- og lýðræðisráðinu í þessum störfum sem að hélt sér algjörlega til hlés og lét fella það að hafa samráð við íbúa gerð deiliskipulags. Þetta er nú allt og sund. En hvað kom fram síðan þegar haldinn var fundur eftir að deiliskipulag hefði verið samþykkt og ekkert að gera? Það var náttúrulega megn óánægja. Það var reiði og óánægja með skipulag Borgartúns vegna þess að mati þeirra sem þarna voru á fundunum sem haldinn var upp í Höfðatorgi að þá annaði Borgartún í þeirri mynd sem það núna ekki umferðinni sem þarf að fara götuna. Og þetta er nú bara svona þessi einfalda litla staðreynd. Það er borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson. Lokið máli sínu þá er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson óska eftir því að veita ansvar en hann er búið með ansvörin sín. Má bjóða hann að gera stutta athugasemd eða taka til máls. Hvað viltu, ástin mín? Þá er hann óska eftir því að gera stutta athugasemd. Gjörðu svo vel. Já, þetta er ágætis áminning hjá borgarfulltrúunum Júlíusi Vífill hverfisráðin. Ég kom dálítið stuttlega inn að þetta. Þetta er nokkuð sem að ég hef skoðað mjög mikið og við vorum nú síðast að skoða í forsætisnefnd á starfsdegi á föstudaginn þar sem við vorum að ræða fyrirhugaða fjölgun borgarfulltrúa. Hvort að það er einhvern veginn hægt að flétta því saman við hverfisráðin og setja borgarfulltrúa þarna inn að hluta og þá að öðrum hluta fólk sem að er kosið beint. Ég er allavega alveg á því sjálfur að þetta er ekki alveg heppilegt fyrirkomulag til framtíðar eins og það er, að þetta séu bara pólitískir fulltrúar og þá sjaldnast borgarfulltrúar. Ég held að það séu góðir kostir í að hafa borgarfulltrúa þarna og líka í að hafa fólk sem er kosið beint. Og náttúrulega önnur hugmynd með bara alveg frjálssamtök sem eru alveg óháð borginni. En þetta eru lengri umræður en komast fyrir í þessari stuttu athugasemd, en þetta er ágætis áminning. Það er borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson, lokið við það að gera stutta athugasemd, en þá er borgarfulltrúi Halldór Halldórsson næstur á mælendaskrá. Já, forseti, góða borgarfulltrúar og mér myndi að velta fyrir okkur hér upp að fundarins, þetta er ekki bara stuttur fundur. Varðandi hverfa kosningarnar sem er að hefjast núna á miðnætti, þá vil ég segja það að hugsunin er góð og hér kom nú fram hjá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni sem að við svo sem vissum öll að grunnurinn að þessu var lagður að Sjálfstæðisflokknum á sínum tíma þó þetta sé breyttri mynd núna. Ég verð að segja það að mér finnst þetta ekki mjög aðgengilegt. Þegar maður fer inn á vefinn þá er maður þá á, og ég heyri það líka að mörgum, ég til dæmis inn á einni íbúðasíðunni þar sem fólk er að kvarta undan því að það sé erfitt að átta sig á hvað er hvað og maður fer inn á betri hverfi, betri Reykjavík ætla ég að segja og ég fór bara inn áðan og það sem var efst
var hugmynd og umræða frá 2013. Það sem var næst var hugmynd og umræða frá 2012 og svo 2011. Og þetta eitthvað sem að fólk lendir á og það getur fælt frá. En þetta þarf að laga. Auðvitað þegar maður fer inn á kosningakerfið sjálft og skráir sig inn og fer inn á betri hverfi, þá er það mjög aðgengilegt. Ég vil taka það fram og auðvitað átta sig á því hvað í boði, hvað það kostar og hvernig maður kýs. Varðandi þessar kosningar, þá er líka annað sem að íbúar tala mjög mikið allan við mig, og það er það að hverfi sem í uppbyggingu, hverfi sem ekki hefur verið lokið við, þar finnst íbúum, og við sjáum það líka í þjónustukönnun Capacent, að þar finnst íbúum að það sé verið að ýta eiginlega að þeim valkostum sem að íbúarnir ætti ekki að þurfa að standa frammi fyrir. Væri bara eðlilegu liður í því að klára hverfið. Að hverfið sem í uppbyggingu og ekki alveg lokið, að þar eru íbúarnir í rauninni að kjósa einhverja hluti sem að íbúar í grónari hverfum þurfa ekki að vera að kjósa Íbúarnir í hverfum sem í uppbyggingu myndu vilja kjósa eitthvað svipað og íbúarnir í grónukverfunum. Bekki og einhverja svona fíniseringar, en eru í rauninni að kannski vera að ýta þeim að kjósa eitthvað sem að borgin hefur bara ekki klárað. Nú svo talandi alla lýðræðisástöðuna og það sem að þessu fylgir og við öll viljum, þá vil ég þó halda því til haga hér að þessi meirihluti sem var á síðasta kjörtímabili og aðeins breyttur núna á þessu kjörtímabili sem við erum á núna, hann auðvitað sá meirihluti sem hefur bara gengið lengst í því að hundsa vilja fólksins. 70.000 undirskriftir. 70.000 undirskriftir sem voru hér lagðar fram og var nú svona frekar lítið gert í, verður maður nú að segja. Og svo aðeins að því að var nefnt undir þessu að hér var verið að tala áðan umferðaröryggi. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kom hér inn í tengslum við valkosti umferðaröryggi og hér var verið að tala mislæg gatnamót og ekki mislæg gatnamót. En þá las ég það nú í skýrslu Vegagerðarinnar frá því í apríl í fyrra, það sem að umferðardeildin var að leggja mat á breytingar eftir að þrenn mislæg gatnamót voru byggð á mótum Suðurlandsvegar, Vesturlandsvegar, Reykjanesbrautar, Arnarnesvegar og Reykjanesbraut við Vífilsstaðaveg, að þar var 46 til 67% fækkun slysa. Þannig að alveg sama hvað manni finnst mislæg gatnamót, og það geti alveg verið rök fyrir því að þau eiga ekki heima á ákveðnum stöðum, að þá samt sem áður þetta mat umferðardeildarinnar þarna að sé 46 til 67% fækkun slysa vegna þessara gatnamóta. Og svo má líka benda á annað sem auðvitað ókostir við ljós á fjölförnum leiðum, og það auðvitað þessi mikla lausaganga bifreiða og mikil mengun sem fylgir henni. Þá borgarfulltrúi Halldór Halldórsson lokið máli sínu og þá borgarstjóri síðastur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þessar umræður fóru nú svona, voru fjölbreyttar, fóru út víðan völl og það bara mjög fínt. Mér sýnist nú að Sjálfstæðisflokkurinn muni keyra næstu kosningabaráttu á slagorðinu fleiri mislæg gatnamót og það svo sem ágætt, það þá nokkuð ljóst hvað það verður. En það auðvitað, þetta vekur auðvitað spurningar, hér erum við hér hefur verið rætt bæði nokkuð heimspekilega hlutina, en síðan hefur verið líka farið út í mjög mikla útfærslu smáatriða. Og það að hluta til auðvitað það sem hefur verið að fela íbúum í svona kosningum, það er að koma að ákveðinu útfærslu. Það er auðvitað ekki verið að fela þeim stefnumótun í sjálfu sér í svona kosningum. Það er verið að fela þeim útfærslu og að forgangsraða innan ákveðina stefnumótunar. Stefnumótunin er auðvitað unnin á vettvangi kjörinna fulltrúa
og mér finnst í sjálfu sér bara mjög athyglisvert að velta fyrir okkur, að við veltum fyrir okkur þessu, sko, ég held að veri nefnt hérna valda afsal, þar að segja kjörnir fulltrúar, þeir hafa ákveðið vald og mér skildist svona, eða ég upplifði, þetta var svo sem ekki alveg ljóst, en einhverjir borgarfulltrúar hér, tek sem dæmi borgarfulltrúa Hildi Sverrisdóttur, sem að ég held að hafi í raun og veru lýst yfir að sér þætti þetta ekkit sérstaklega ákjósanlegt að færa íbúum valdið með þessum hætti, á meðan til dæmis borgarfulltrúinn Júlíus Vífill Ingvarsson segir að við eigum að færa valdið með formlegri og ákveðnari hætti til dæmis frjálsra félagasamtaka. Þannig að þarna er svona allavega einhver meiningamunur, einhver eðlismunur, skiptar skoðanir eins og gengur og það er bara eðlilegt. Ég held nú að aðalatriðið samt í þessu sé að sko það er auðvitað hægt að vera hræddur við ýmislegt og hættur leynast víða og ef við erum sko hrædd við ef við erum hrædd við að það séu gerð einhver mistök í svona kosningum, eins og til dæmis að lýsing einhverstaðar sé sett upp á vitlausan hátt, að þá nú satt að segja kannski mættum við nú hugsanlega óttast kjörna fulltrúa en meira, þar sem að þeir eru í miklu betri færum til að gera alvarleg mistök heldur en íbúar í svona litlum íbúakosningum. Þannig að ég held að það sé allavega varasamt, talandi hættur, þá held ég sé varasamt að draga úr tilraunum varðandi íbúalýðræði vegna þess að við séum óttumst það svo mikið að íbúarnir gera einhver mistök. Ég held að það sé óþarfi. Varðandi það sem hér hefur verið sagt tæknilega útfærslu og aðgengið að kerfinu og kosningunum, og þá held ég að það séu bara ábendingar sem er rétt að taka mjög alvarlega. Það er auðvitað lykilatriði að til þess að ná sem mestri þátttöku þá sé aðgangurinn að þessu greiður. En ég er hins vegar, sko, það sem að hér voru í gangi svona kosningar 2008 og 2009 sem voru bara þannig að þú slóst inn kennitöluna þína og varst þar með orðin þátttakandi í kosningur, og það var í sjálfu sér engin auðkenning frá það. Það sem var ákveðið að gera 2010 er að það er farið í kosningar sem eru bindandi og auðkenning fylgir. Það er að segja að þú fer í rafræna auðkenningu og þitt atkvæði kemur frá þér og engum öðrum. Og ég held að það hafi í raun og veru verið nokkuð sko merkilegt skref sem þarf að stigið og mér finnst að við, þó að það sé ákveðin, eða það séu töluvera líkur á að það geti dregið úr þáttöku í það minnsta til að byrja með, að þá er svo kosning enga síður miklu nær því að vera svona, hvað ég var að segja, alvöru kosning. Og ég held að það sé raun og veru það form sem við eigum að einbeita okkur að því að þróa frekara og auðvitað er auðkenningin orðin svo miklu einfaldara nú en hún var þá fyrir þessum árum. En það er hins vegar ákveðin galli við það að það getur útilokað einhverja frá þáttöku, þá sem ekki eru tölvufærir, og það er auðvitað ákveðin vandamál sem er ekki búið að leysa. Mér finnst, sko, það er talað hérna auðvitað hver þáttakan sé, þetta 5-7-8% þáttaka, þetta sé lítið, þetta sé óviðunandi og annað slíkt, og það er í raun og veru bara skoðun sem á fullan rétt á sér. Ég verð að viðurkenna það hérna þegar við vorum að byrja á þessu þá 2010-11 og þá sá ég fyrir mér að það er svona kannski 20% þáttaka í þessu. Ég held að það væri raunhæft markmið, en það var nú fljótlega kom á daginn að það þótti nú ansi mikil bjartsýni og þáttaka víða erlendis er þetta 1-2 og upp í 6% almest. Mér finnst það allt og lítið. Mér finnst að við eigum að stefna á að miklu fleiri en 8% taki þátt í þessu kosningu. Mér finnst að við eigum að
hafa það að markmiði að hér sé bara jafnvel meiri hluti fólks að taka þátt í þessu. En kannski það óraunhæft, ég veit ekki, kannski hefur meiri hluti fólks ekki áhuga á því að koma með svo beinum hætti að sínu nánasta umhverfi og kannski telur meiri hluti fólks að þetta sé einmitt bara eitthvað sem að kjörni fulltrúar eiga að gera og eigum ekki að vera að bögga þau með því. Þetta allt svona vangaveltur. En umræðan hér í dag hefur verið bara mjög góð. Þessi kosning sem að nú stendur yfir, hún hófst á miðnætti og stendur til miðnættis 24. febrúar og það hægt að fara inn og kjósa í sjálfu sér, þú getur kosið eins oft og þú vilt, það alltaf þitt síðasta atkvæði sem gildir, þannig að ef að þér snýst hugur einhvern tíman á þessum tíma frá því núna og fram að 24. þá það allt í lagi, þá ferðu bara inn og kýst aftur. Það held ég, við fáum reglulega tölur af því hvað margir taka þátt í þessu. Ég held að sé tæplega 600 manns búnir að kjósa nú þegar. Þannig ef að það heldur áfram með þeim hætti, svipað magn á daga, þá þetta nú svo sem alveg bærileg þáttaka, en eins og ég segi, mætti gjarnan vera meiri. Og ég held að við eigum saman að reyna að finna leiðina að því, hvernig við aukum þáttökuna, auðvitað sífelld umræða hvernig verkefni við eigum að setja þarna inn. Það er mjög deildar meiningur það er ljóst eftir þessa umræðu hér í dag. En kosningin sem sagt stendur til 24. febrúar og ég hvet alla til þess að taka þátt og ég hvet okkur sem eru hér í þessum sal að nota hvert tækifæri sem við fáum til þess að minna á þessa kosningu og ég hveti jafnframt starfsmenn Reykjavíkurborgar til þess að vera duglegir við að minna fólk á að taka þátt og endilega taka þátt að sjálfsögðu sjálfur. Það er mjög mikils virði. Já, takk fyrir það. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Forseti, borgarfulltrúar. Já, það kannski því miður algengt og ofnotað í pólitík að brigsla fólki hræðslu við framfarir ef það orðar einhvers konar gagnrýni á það sem til umræðu hverju sinni og einhvers konar nýlunda. Ég held að sú umræða sé ekki neinum til gagns. Já, ef ég vitna í orð sjálfur mín hérna rétt án, það veit ekki betur en að ég hafi ítrekkað það að svona kosningar væru til góða. En leyfðu mér hins vegar að orða það sem ég tel að sé rétt og ég tel að sé gott að við séum meðvituð fyrir að það auðvitað í pólitískum málum þar sem að hagsmunir fárra eða einhverja, jafnvel meirihlutans, hvað svo sem það tekið fyrir, þar sem það liggur ekki alveg fyrir, sem til dæmis svo skjön við það hvernig borgarkerfið fungerar, þar sem að íbúar hafa sína leiðir til þess að mótmæla, til þess að koma sínum mótmælum á framfæri, alls konar kerfi og reglur varðandi hvernig þurfa að kynna hluti fyrir hagsmunaaðilum og svoleiðis sem á ekki við í þessu samhengi. Ég held að það sé bara skynsamlegt að orða það þegar við erum að skoða hvernig þetta gangi, hvaða víti beri að varast og ég held að það sé bara skynsamlegt að orða það í staðan fyrir að fara í vörn og segja að allir þeir sem að vilja skoða það sem að kannski gæti olli því að jákvætt verkefni verði ekki jafn jákvætt. Það er okkar hlutverk að ræða það hér og vil ítreka það að ég vona aldeilis að margir taki þátt því að auðvitað það þannig að það óeðlilegt. Við þekkjum það frá til dæmis bara kosningunni hér í gamla daga flugvöllinn að það oft verið gerðir varnaglar það að ef það ekki nógu margir sem taka þátt þá hún ekki tæk. Það á ekki við þessa ágætu kosningu en þess heldur að nefna það og auðvitað á að ræða það heiðarlega ef það eru fáir á baki ákvörðun sem hafa áhrif á ofboðslega marga. Takk. Það var borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir lokið að veita ansvar, þá svarar ansvarið borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það var nú svo sem ekki, það vakti nú ekki fyrir mér einhvern veginn að túlka þetta þannig að borgarfulltrúi Hildur Sverrisdóttir væri á móti framförum.
en hún sagði þetta einhver síður með þessum hætti að það bæri að varast þarna ákveðna hluti og það vekur auðvitað spurningar eins og til dæmis varðandi skipulagsmál, hvort að það er sniðugt að setja skipulagsmál til dæmis í beinar kosningar, hvort að það sé sniðugt að eða eðlilegt eða leiði til farsælustu niðurstöðunar að til dæmis frjáls félagasamtök fái mjög mikið ákveðna hluti að segja, einhver meiri hluti sem hugsanlega þvingi minni hlutan, ég veit það ekki, það er spurning. Og sama áraun að vera við umferðaröryggismál. Ég er ekki sannfærður endilega að kosningar sem þessar séu best komnar best komnar til þess að ákveða eða skera úr umferðaröryggismál vegna þess að þar þurfa auðvitað mismunandi sjónarmið að fá að heyrast. En endurtek, þakka bara fyrir góða umræðu. Það hefur borgarstjóri lokið við það að svara andsvari. Það hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið.